Komið þið sæl og blessuð og velkomin að rauða borðinu nú þegar styttist í upprisuna og fegurðina sjálf á páskana. Ég heiti Björn Þorláksson. Við ætlum að enda dagskrána í kvöld á samtali við Jón K. Jakobsen, föður drengsins sem lést í brunanum á Stuðlum. Hann segist hvorki reiður né finna hatur í eigin beinum þótt hann myndi sjálfur jafna Stuðla við jörðu ef hann kæmist til áhrifa í meðferðarstarfi. Sigurjón Magnús Egilsson ræðir dánaraðstoð við Svan Sigurbjörnsson lækni, vantar mannúð í kerfið, viðkvæmt mál sem verðskuldar athygli. Og Grímur Atlason, sá geðþekki og eldklári, segi ég bara humanisti hjá Geðhjálp, ræðir nýja könnun fordóma, geðsjúkdóma og fíkn, krísur ungs fólks ber á góma sem og tilgang lífsins. En þau eru ýmis grjóthörðu álita efnin í samtímanum og Sigurjón Magnús fær 2 góða gesti hér eftir örskama stund til sín að rauða borðinu til að greina umdeild mál. Það eru blaðamennirnir Aðalsteinn Kjartansson á Heimildinni og Andrea Sigurðardóttir á Mogganum sem ætla að ræða málin. En svona áður en við hefjum leik að loknum örstuttum skilabóðum þá langar mig bara að þakka ykkur hlustendum og áhorfendum fyrir mikinn stuðning og þakka ykkur fyrir að deila efnin okkar og þakka ykkur fyrir alls konar jákvæð ummæli og hvatningu sem að streyma til okkar við aðstæður sem hafa verið ögn krefjandi því við höfum verið að svona glíma við smá veikindaforföll, gerum okkar besta, biðjum ykkur að halda þetta út með okkur á meðan við erum svona takast á við smá áskoranir og svo verðum við sterkari en nokkur sinni vonandi bara strax upp úr páskum. En ekki fyrir langt örstuttar auglýsingar og svo hefst rauða borðið. Gleði er svo mikil dauðans alvar. Ef að það er ekki gleði, þá vantar svo mikið kraft. Ég heiti Edda Björgvinsdóttir og ég trú á gleði. Fatamarkaður vorstjörnunnar að Bólholti 6. Öðruvísi, skemmtilegur og ódýr fatamarkaður. Þar sem að það er ekki bara föt heldur allskins munir og svo er alltaf heitt á könnunni. Komið fagnandi. Opið frá 1 til 4 alla laugardaga og sunnudaga, fatamarkaður vorstjörnunnar. Öflug verkalýðshreyfing er lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Já, komið sæl, það er rauða borðið hilsar. Við ætlum að byrja hérna með 2 ágætismönnum, Aðalsteinn Kjartansson, fréttastjóri á Heimildinni og Sigmundur Árni Rúnarsson, margreyndur fjölmiðlamaður og alþingismaður. Já. Við erum báðir velkomnir. Takk. Takk. Það er hérna verkalýðsarmur samfylkingarinnar. Já. Er eitthvað ósáttur. Já. Þau vilja að ámauningakerfið opinberra starfsmanna verði áfram. Já. Eða endurvækið. Já, það er náttúrulega sem betur fyrir er flokkurinn minn stór flokkur og breiður og það eru ýmsar skoðanir þar innan borðs og þetta mál er í eðli sínu viðkvæmt. Réttindi starfsfólks eru alltaf viðkvæm og eiga að vera og í þess tilviki vilja opinber starfsmenn gjalda varhug við því að áminningarskyldan verði fjarlægð úr lögum þetta starfsmannaumhverfi og það er algjörlega sjónarmið sem við þurfum að skoða í þinginu. Þetta mál er komið til þinglegrar meðferðar
og ég var einmitt í morgun með fulltrúum fjármálalandsins í efnahags- og viðskiptanefnd sem komu fyrir hann og voru að svona leggja áherslu á sín sjónarmið hvað varðar þetta atriði og tína til að öll Norðurlöndin af Ísland hafa verið að taka til í þessum ranni og færa svona starfsmennaröðgjöfina nær almenna markanum. Það er þeirra sjónarmið og við vitum það að launaþróun hins opinbera hefur verið í þeim takti að hún nálgast mjög, er komin alveg að almenna markanum og var undir honum með þeim formerkjum að opinberi starfsmenn hefðu betri lífeyrisréttindi, meira starfsöryggi og svo framvegis. Þannig að auðvitað á hverjum tíma hljóta menn að skoða þessi mál, þó þannig að væri. Lögin eru frá 1996, það er á síðustu öld, þannig að það er búið að vera nokkur gangur í því að skoða þessi mál af hálfu fjármálalandsins og þetta þingmál er nú komið fram og sitt sýnist hverjum. Þannig ganga hlutinni bara fyrir sig í lýðræði samfélagi. Þegar ég las þetta frá þeim, sko, að þá bara nafngreinaði er bara Kristrún Frostadóttir og hún verði að ná að setja smá svona brag samfylkingarinnar á stjórnarsamfélagi. Já. Þeir tala eins og Viðreisn hafi bara náð samfylkingunni. Já. Sko, þetta er náttúrulega mál af hálfu Daða Más Kristófenssonar fjármála og efnahagsráðherra. Gylfi Þór, vinnur okkar, Gíslason, lögreglumaður á Ísafirði og oddviti okkar þar og formaður verkalýðsmálaráðs Samfylkingarinnar. Hann sem sé eðli málsins samkvæmt og opinberstaðismaður talar fyrir sínu fólki og það er hans hlutverk og það er jafnframt hans hlutverk að vera svona ákveðið viðvörunarflagg innan flokksins þegar það kemur á verkalýðsmálum, þannig að hann er bara að gegna sínum skildum og ég ber bara virðingu fyrir því og þetta verður skoðað. Það eru sannlega tvær hliðar á þessu máli og ég hef kynnst þeim báðum og þekki marga félaga mína til dæmis innan BSRB sem eru þeirra skoðunir að hér eigum að fara varlega vegna þess að hér réttindi fólks að ræða og hvað er í húfi? Jú, það er í húfi að ákveði valda jafnvægi milli yfirmanna og undirmanna því verið raskað. Almenni starfsmenn standi kannski best gjaldar en áður. Þannig að við eigum ekki að fara offari í þessu máli, við verum aðeins að vanda okkur og það er nú partur af starfi þingsins í þingnefndum, það er að vanda sig og fara ekki fram úr því sem á að heita meðalhóf og annað slíkt. Nei, þetta er svona, svo heitir fyrir okkur sem eldri erum að þá heitir maðurinn Gylfi Þór Gíslason sem er mjög þekkt nafn stjórnmálasögunni. Já, einn af mínum uppáhaldsstjórnmálum frá því ég var gutti á Akureyri. Já. Vegna þess að Gylfi Þór Gíslason eldri, hann breytti bara svo miklu í landinu. Já, hann sagði mér sjálfstæðismaður, sko, sem að bjó á Högunum og þegar hann var krakki að þá genguðu stundum með fram ægisíðinni Gylfi Þór og er ekki Guðrún Vilmunardóttir, konar þess? Guðrún Vilmunardóttir. Já, og ef mætti ykkur, þá tók Gylfi svona hattinn ofan og svo var bara sagt í krakkarinn, doktor Gylfi er þarna. Það þótti bara merkilegt að hann gengi svona bara á sömu gangsettum og fólkið og þetta, doktor Gylfi! Já, en Gylfi Þór Gíslason á Ísafirði er yfirlögregluþjónn. Herðu, en sko ég var að tala við Guðrúnu Hafsteinsdóttur í sunnudagstættinum okkar strókar og þá var hún nestuð úr stjórnmála álíktun flokksráðs, og það kom ýmislegt fram og fyrir okkur svona blaðamenn ég byrja strax að spyrja sölu ríkiseigna og hún vill selja Leifsstöð eða Flugstöðina og Landsbankann og jafnvel Landsvirkjun þá eingöngu til lífeyrissjóða sem get ekki selta út frá sér nema bara lífeyrissjóðir sín á milli. Þú búin að vera að hlusta á Sigmundi útskýra en hvað finnst þér? Já, mér finnst þetta mjög áhægt að hlusta á það sem við vorum að tala um áminningarskylduna og ég held að sé áhægt að sjá sko, hvernig samfélkingin er að fjarlægast sínar svona rætur, sögulega rætur í svona verkalýðsstéttinni. Er þetta ekki svona síðasta sem þau geti kliftað þar ef þið fara ekki Við erum verkalýðsmálaflokkur. Já, ok. Og við skulum spyrja leikslugum. Já, það verður fróðilegt að fylgst með. En Sjálfstæðisflokkurinn er hins vegar að fara tilbaka í dálítið svona, hvað maður segja,
gamalkunna pólitík á hægri vagnum að selja ríkisegnir. Ég man ekki betur heldur en að þetta hafi komið til tals í síðustu ríkisstjórn. Bjarni Benediktsson sýndi því áhuga þegar hann var fjármálaráðherra að selja flugstöðuna. Undir þeim formerkjum að ríkið hefði ekki verið í áhætturekstri og sjáum hversu áhættusamur þessi rekstur hefur verið undanfarin ár að reka eina alvöru alþjóðaflugvöllinn á þessu eylandi. Ég held að sé ástæða til að staldra við og spurja hver er tilgangur með því að selja Landsvirkjun ef að þá binda þetta í höndunum á lífeyrissjóðum. Það er ekki, já, það er ekki svona, það er ekki mikið einkaframtaki í því að lífeyrissjóðir megi einir eitthvað Þeir eru nú eitthvað skona ríki í ríkinu. En áhugavert að framhaldinu fengi þeir náttúrulega arð sem að Landsvirkjun er að skila mjög góður í niðurstöðu ár eftir ár. En þetta er svo sem líka breyting frá því sem að fyrri formaður Sjálfstæðisflokksins sem talaði um að stofna þjóðarsjóð með einmitt tekjum og arðgreiðslum orkufyrirtækja sem náttúrulega er að langstærstu leyti Landsvirkjun. Og búa til eitthvað svona áfalla og viðnámssjóð sem að væntanlega fyrirmyndur úr Noregi sem að ég heldur að sé bara afbragðsfín hugmynd að eiga eitthvað varasjóð. Við eigum náttúrulega gjaldeyrisvaraforða Seðlabankans sem er ævintýrlega stór. Já, við erum ekki að fara í innspýtingu við erum ekki að fara að byggja brýr og virkjanir fyrir þann pening, Já, það Sjálfstæðisflokkurinn vill það bara í einkaframkvæmdir og svo rukkast bara svipað var með Hvalfjarðargöngin. Já, er ekki Samfylkingin líka að búa eitthvað slíkt? Var ekki að lesa að setja veggjöld á Reykjanesbraut? Nei, það var náttúrulega bara einhver kjaftasaga sem var plantað í umræðina, en við erum náttúrulega að stofna innviðafélag sem mun annast ýmsar stóra framkvæmdir. En það á þess að vera bara ríkisfyrirtæki? Það er bara opinbert fyrirtæki sem mun rukka síðan fyrir notkun á viðkomandi mannvirkjum, Ölfusárbrú ný til dæmis. Sundabraut er þetta bara mjög stór dæmi og reynslan af Hvalfjarðargöngum er mjög góð. Svona í minningunni maður all eftir að hafa borgað þó maður hafa alltaf gert það og gjöldin voru mjög að mínu viti svona fyrir almenning eins og okkur bara hófleg og síðan kláraðist þetta á 20 árum pluss. Þannig ég hef talað fyrir því að fara þessar leið í ríkari mæli. Ella höfum við ekki efni á því svo glatt að viðhalda vegum og láta fjármuni í nýframkvæmdir. Er það samt ekki bara þegar við erum með stjórnmálastétt sem ekki kann að fara með peninga? Já, það kann líka vera. Við höfum alveg geta gert þetta sögulega. Já, og en enga síður, við erum náttúrulega með vegi og brýr sem eru komnar að þolmörkum og ég nefni bara eitt dæmi að því ég er Akureyringur. Leiðin milli Akureyrar og Húsavíkur er mjög mikið farin, eðli máls og samkvæmt, þetta er eitt atvinnusvæði og komin Vaðlaheiðargöng, en brúin yfir Skjálfandafljót á milli Akureyrar og Reykjavíkur, hún verður 100 ára eftir örfá ár, nánar tiltekið 2030. Hún er svona mikil brú. Já, einbreið brú sem hangir á línni. Þetta er bara dæmi þessar einbreiðu brýr á þjóðvegi landsins sem eru að verða 100 ára. Þetta er ótrúlegt. Þetta er ótrúlegt. Og við erum langt á eftir... Þetta gaf þjóðin fyrir 100 ára. Já. Áttu hvorki til lífsni skeiða, En komum upp brú. En við getum þetta ekki í dag. Nei, svo kemur það. Við erum að stofna eitthvað sérstakt félag. Og þetta náttúrulega er svona þjónusta ríkisins öðruvísi og meiri í dag heldur hún var fyrir 150 árum og náttúrulega lítur allt öðrum lögmálum heldur en var þegar við vorum ungir menn og feður okkur og mæður. Þess vegna hefur þetta verið alveg ótrúlegt átak fyrir 100 árum að gera þessa löngu brú. Já, heldur betur. En hvað var það að Landsvirkjun og þau fyrirtæki, Landsvirkjun er að mínu viti afskaplega vel rekið ríkisfyrirtæki með miklum sóma. Hörður Arnarsson hefur gert lyft grettistak í rekstri þessa glæsilega fyrirtækis og ég sé enga ástæð til að selja þetta fyrirtæki sem skapar mikinn arð fyrir ríkissjóð og við þurfum líka að hafa í huga að Landsvirkjun umgengst
náttúruperluna Ísland. Vilt þú koma verkefni Landsvirkjunar til einkaaðila sem höndla með náttúruparadísna Ísland? Ég segi nei. Væntanlega það samt ennþá í höndum opinbera valds að ákveða hvar og hvenær má virkja og annað. Já, en tökum eftir því að hvernig Landsvirkjun gengur eftir sig. Það með miklum sóma. Ég mikill fjallamöður og búin að fara öll þessi virkjunarsvæði mörgum sinnum. Upp á Vesturöðum og Kárahnjúkum og náttúrulega upp með Þjórsánni og víðar. Snyrtimennskan til algerar fyrirmyndar. Myndum við treysta einkaaðilum til þess að ganga svona náttúruna? Ég segi nei. Nei. Ég ekki fullt af einkaaðilum sem eru snyrtilegir. Þú veist, það ekki Sjáið þið bílastæðin sem einkaaðilar að reka núna hist og her. Þetta er stór líti á náttúrunni. Kerið búið að vera lengi svona í einkaeign og kostaðinn. Ég get bara nefnt bílastæði við Kirkjufell og bílastæði við Fjaðrárgil. Þetta er stórkostlega, þetta er bara svona rumpað upp. Já, en það er kannski ekki alveg hægt að bera það saman að koma upp bílastæði eða ráðast í 20 milljarða virkjanaframkvæmdir. Þetta er aðeins annar hópur með aðra forsendur og aðra kröfur sem við gerum til það. Ég er bara óttast að einkaaðilar fari ekki jafn vel landið og ríkisfyrirtæki sem lúta öðrum lögmálum. Þess vegna gildi ég varhugt með við vindorkuverum einkafyrirtækja, vindorkuverum útlendinga sem á að teppalegja hér yfir landi og hugsanlega inn á miðhálendi sem mér finnst ekki komið til greina. Við ráðum því svolítið. Já. En það er pólitíkin, hún er ekkert þetta núna. Nei. Lítið umhverfismál. Já. Þið eru með það málaflokkssamflíkin. Það var ekki að tala við alltaf sem þingmann. Nei, bara gamla fréttamann. Já, ég var að segja að þetta er svona hjá sjálfstæðisflokknum, þá er þetta þessi sem við myndum byrja að spyrja, það eru þessar sölu ríkiseigna. Já. En svo líka mikið einkaveik alls staðar, það er alveg bara út allt í stjórnmálalögtinni. Það er bara alls staðar. Að þeir vilja gera mikið fyrir einkaaðila en svo er að staða sjálfstæðisflokksins. Þetta er náttúrulega mjög gaman að vera í þeirri stöðu sem að blaðamenn eru í dag að vera á fremsta bekk að fylgjast með því að þessi gamli valdaflokkur er einhvern veginn að endur fókusera, fara tilbaka í eitthvað gildi, reyna að finna eitthvað tilganga þegar hann er búin að algjörlega tapa stjórn á umræðinni, á þessum gömlu klassísku málflokkum sem hann hefur haldið utanum, tala kannski útlendingamálin sem að miðflokkurinn hefur algjörlega tekið og einhverju leyti Samfylkingin með Kristrúnu Frosta og hvernig hún breytti nálgun Samfylkingarinnar þar. Svo erum við komin bara með svona hægri flokk í Viðreisn sem að tala hægri hagstjórn og erum með fjármálaráðherra núna í það er Sigurður Ingi var nú fjármálaráðherra einhvern smá tíma og Steingrímur í vinstri stjórninni en annars hefur þetta nú dálítið verið sjálfstæðisflokknum sem hefur farið fyrir þessu og við erum að sjá eitthvað gerjun í sjálfstæðisflokknum sem hefur ekkert átt sér stað og ég er reyndar ef maður ætlar að spá eitthvað fram í tímana þá held ég að þetta verði ekkert mjög lengi flokkurinn að Guðrúnar Hafsteinsdóttur þetta er hún er stjórnandinn sem að stýrir því að það verði að finna taktinu upp á nýtt og svo þurfum við að skerpa á öllum sínum áherslum en heldur henni verið fórnað? Ég held bara að sér þetta bara í rekstri fyrirtækja. Það er eitthvað hrikalt sem gerist. Við vorum að tala um orkufyrirtækin, ef við skoðum orkuveituna eftir hrun, að þá er fengin inn einhver svona breytingastjórnun og það er verið að skerpa línur og svo er fengið stjórnandi til framtíðar. Og ég velti því fyrir mér að þessi atvinnulífsflokkur hann hlýtur að horfa til atvinnulífsins og sjá hvernig það er gert. Og hún er ekki ná að samina flokkin að baki sér. Ég held að það sjáu það allir sem að horfa á. Þetta er náttúrulega vann með bara sjónarmun. Vann með sjónarmun og fylgi hefur ekki verið að skila sér og þau þurfa að finna taktin og finna tónin og það er bara gaman að vera blaðamaður í þannig umhverfi það sem er eitthvað gerjun í gangi. Þetta sé ekki gaman fyrir þau.
Já, hún heldur fundi og Laugardalsmótum, hún ætlar að bjóða mér ekkert mann, ég hlakka til. Já. Ég taka því með. Já, ég kem með. Mér finnst svo maður einfaldi hlutina, mér finnst bara vanta gleðina í Sjálfstæðisflokki. Já, mér finnst, já. Og sjálfstraustið. Sjálfstraustið farið og flokkurinn bara á fullu að leita sér að málefnum og búin að elta miðflokkin og hefur á vissuleyti fallið í skuggan af miðflokknum, rétt eins og Framsóknarflokkurinn sem hefur ekki séð neina ástæðu til að búa til neina sérstöðu fyrir sig í stjórnarandstöðu. Hann bara einfaldlega í skugganum af miðflokknum og ég vil að verja formann miðflokksins og málflutning miðflokksins sem alveg ótrúlega málflutningur að hálfu gamla og góða Framsóknarflokksins. Þannig að þetta skrítin staða og auðvitað náttúrulega hafa stjórnmálaskýrendur oft minnst á það að Sjálfstæðisflokkurinn hafi svolítið klemst á milli Viðreisnar og miðflokksins og svona tapa sérstöðu sinni og eins og Aðalsteinn segir svona dagskrárvaldinu í íslenskri pólitík en það sem mér hefur fundist vanta kannski allt fram á síðustu helgi að flokkurinn komið með eitthvað frumkvæði einhverja pólitíska sín til frambúðar en svo má líka gera grína og segja að Sjálfstæðisflokkurinn vil ekki lækka skatta umtalsvert nema þegar hann komin í stjórnarandstöðu. Já, það er náttúrulega það sem er áhugavert og það er það sem er svona athyglisvert að fylgjast með eins og miðflokknum sem hefur ekki verið í ríkisstjórn og þegar miðflokkurinn boðar lægri skatta eða harðari útlendingastefnu eða eitthvað, þá ekki hægt að fara tilbaka í sögun og segja, já, þú varst við völd. Það eins og það hægt með Sjálfstæðisflokki og benda á bara, þið eru nýkomin út úr ríkisstjórnarsamstarfi. Það hefur nú eiginlega bara ekki liðið nema í mestalega eitt kjörtímabil þar sem þið eru utan ríkisstjórnar. 80% við völd frá lýðveldisstofnun. Akkurat, og þannig að það er svona erfitt að alltaf vera einmitt eitthvað breytingaafl og boða hérna lægri skatta og eitthvað svona stórfellda breytingar miklu auðveldara fyrir miðflokkin. En Sjálfstæðisflokkurinn hann kaus að vera í vinstristjórn í 7 ár. Já, það finnum bara eftir hvernig horfur að það. VG kaus að vera í hægri stjórn í 7 ár og hérna ekki bara Framsóknarflokkurinn svo eina sem var á réttum stað, bara mitt á milli. Bjarni var þyngsti maðurinn í því stjórnarsamstarfi. Já, en þegar að flokkur sem telur sig vera hægri flokkur, sígildur klassískur hægri flokkur, velur sér skjól að vinstri sinnaðasta flokki Alþingis, þá veit hann afleiðingarnar. Það var stoppað fyrir allt. Hann varðan á völdum. Já, en kaus sér þetta hlutskipt og það er hans kosning. Það átti ekki aðra leið, Nei. Við teikum bílinn fyrir að ganga. Já, afleiðingarnar voru náttúrulega töluvert meiri fyrir vinstrið, heldur en fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Já, það er hvað refsingin þyngst, Já, og nú er náttúrulega ekkert vinstri á þingi lengur. Nei, það vantar það. Já, og svo er líka það er annað að gera að mínu veit ég hvort að Aðalsteinn er sammála því að ég alinn upp við stóran Sjálfstæðisflokk, þú sömuleiðis Sigurjón, sem var að mörguleyti hið milda afl og réð náttúrulega einu og öllu gerði það við samfélagi sem hún sýndist en núna er og á sama tíma voru vinstriflokkarnir alveg í tætlum og óeiningin innan vinstrimanna var bara valla fréttaefni, hún var svo sjálfsögð. Núna hefur það snúist við. Nú er það hægrið sem er alltaf klofna í Sjálfstæðisflokk, miðflokk, Viðreisn og núna er okkar borg er núna að bjóða fram í Reykjavík sem er svona að mínu viti útlendinga andúðarflokkur og stendur fyrir það eitt málefni. Ég meina það er mjög þekkt að svona flokka verið til í það í Evrópu og ég hef nú ekki vonað því að þessi flokkur muni gera neitt skrautlegar atrunu að völdum í Reykjavík en enga síður. Þetta erum við strax til dæmis í sveitarstjórnarkosningunum í Reykjavík konum við 4 hægri flokka, hugsanlega fleiri. En ég verið að segja til þess sem er Guðrún Hafsteinsdóttir sem er formaður Sjálfstæðisflokksins, mér finnst hún koma oft upp í ræðustól Alþingis. Mér finnst að formaðurinn ekki að fara út með ruslið. Hún á svona vera að vanda sína innkomun mjög mikið. Og mér finnst hún koma oft hneykslu og reið. Og það er ekkit endilega það sem... Já, ég er ekkit endilega það, heldur bara,
Það er ekkert endilega það sem sko sem voru formenn undaninni, þeir voru ekkert í þessu sko að koma upp í Ég held að þið séu stórlega ofmeta ræðustúl Alþingi sko. Ég bara það er enginn um að við að horfa á það er bara enginn að pæla þessu og ég í honum og svo ég er hvort sem það þingið eða plana ég held að þetta samanlega sko ég held að svona líðan flokkana verði til sko ekkert endilega innan þings, heldur líka utan þings. Já, og sko sama með borgarstjórn, sko, ég horfið þú ekkert á borgarstjórnafundi? Nei, ég þarf að gera það og það er bara ævintýrlega vond upplifun og það er bara verið að svona tilgerða reiði og svona móðgast yfir einhverju formi sem skiptir nákvæmlega engum og ég held að þetta sé sko stór þáttur í því hvað traust er lítið á stjórnmálstéttina. Og mér brá Sigurjón og aðstæð þegar ég kom öðru sinna inn á þing eftir 12 ára hlé, var á þingi 2009-2013, þá fannst mér þingi vera í föstum íhaldsumum skorðum og ofboðslega ófyrirsjöðu vinnustöður, það var alltaf eitthvað uppnám í gangi. Þetta voru náttúrulega, við vorum í miðju hruni þá, þannig að það var náttúrulega einstakur tími. Það var dálítið í gangi. Já, það var einstakur tími, en í rauninu hefur ekkert breyst að formiðum til á þessum 12 árum, þannig að menn er rauninu ennþá að rífast sama formið og hugsaðu ykkur að eyða tíma þings í eitthvað form. Sko, skandinavísku þingin eru allt annara náttúru, þau takast á í þingnefndum og koma svo inn í þingsal með reisn og sína bestu hliðar meðan að við komum inn í sal og sínum okkar verstu hliðar og teljum að það sé flokknum okkar til framdráttar. Já, ég finnst að ég er nú búin að fylgjast lengi með þessu var þingfréttamaður sínu tíma og þannig að ég er svolítið húgt á þessu en þá finnst mér Jens Garðar Helgason varaformaður Sjálfstæðisflokksins bara sko hvernig hann er í ræðustólnum, hann er alltaf reiður og sviflar handlegnum til og frá sko og alltaf reiður og ég held að svona formar og varaformar þeir eru að senda tindátana í það sko ekki vera sjálfur að gera sér skotmörkum. Já, ég er svo sem ekki einhverja afkennandi skoðun af því sko en ég bara mætti bara allir draga úr reiðinni sko stjórn og stjórnarandstaða þú veist, þetta er ekki málefnum til framdráttar og það er ýmislegt sem þarf að laga, það er ýmislegt sem þarf að gera og það gerist best með því að spjalla þeim saman. En þú veist, er þetta form ekki bara alltaf komur að segja, gamaldags og þreytt þetta ræðupúlt og fara inn í sal sem alla jafna virðist nú vera tómur horfir í hináttina sko að messa, þetta er ekki svona samtals- og samráðspólitík sko. Þá er að tala til okkar bara sem erum að horfa. Bara til að útskýra salin sko, í dag var til með Jóhann Páll Jóhannsson málaráðherra og umhverfis og loftslagsráðherra að leggja fram sko frumvarp sitt vindorkuna, þá er sko sú nefnd umhverfis samgöngunefnd til staðar í þingsal af því það er hún sem á fjallum þetta. Akkurat, þannig að hún getur endurtekið allt sem hún sagði á fundunum fyrir daginn eða síðustu viku sko. Hún alltaf er þetta til þess að ávarpa þingið og takast aðeins á svona milli þingmann og stjórnarandstöðu en sko aðra nefndir eru kannski bara í annarri vinnu á sama tíma þannig að það er nú ástæðan fyrir að salurinn er oft og tíðum mannfár en sko ég hef oft talað fyrir því bæði sem blaðamaður og fréttamaður og ritstjóri og hvað alls sem hann heitir og stjórnmálamaður að mér finnst við oft misskilja stjórnmálin sko þau eiga í lýðræði samfélagi að vera ólík og eiga feli sér skoðanaskipti og skoðanaskipti miklu frekar en einhverja reiði vegna þess að sko ég vakna ekki á morgnana og segi rosalega skal ég vera reiður við sjálfstæðismenn rosalega skal ég vera reiður við miðflokksmenn býtu í enda dagsins hafa þeir bara aðra skoðun en ég sem er að heilbriðasta í sko lýðræði samfélag og við eigum og akkurat núna, ég veit að aðeins kannski er sammála mér, að við verðum að sko varðveita þetta gildi lýðræðisins og þar að meðal í fjölmiðlum. Já. Svo er náttúrulega líka áhugavert að sko, ég hef náttúrulega ekki aldrei starfað á þingi og fæ nú aldrei að koma þarna nema að setja á mig svaka merkimiða og annað
Þú endar á þingi? Nei, guð með alveg og hérna fæ nú ekki aðgengi að þessum bakherbyggjum þar sem þið eruð að vinna vinnuna og eiga skoðunarskipti, en mér heyrist nú almennt flesti þingmenn vera síðan þokkalegi mátar svona eftir fundi, sko. Það viðhorf mætti nú alveg komast lengra, sko. Og einmitt þó að fólk sé ósammála, hafi aðra pólitík, kosi til að tala fyrir ákveðnum hagsmunum og ákveðnum svona lífsskoðunum. Og ég til dæmis get nefnt það sko í mínum þingnefndum báðum, ég í stjórnskipun og eftirlitsnefnd og efnahags- og viðskiptanefnd, að í þeim nefndum báðum hefur sko allur mannskapurinn komist að sameiginlega niðurstöðu, oftar en einu sinni, og það náttúrulega verður síður frétt heldur en hitt sem sko má stækka letri í fyrirsögninni Já, ég ekki til svo því og ekki þú heldur. Nei, það bara, sko, þú þarft hvort að vera að velja og hafna. Já. Og fréttir snúast líka það sem að gengur ekki og ekki eins og við ætlumst til að sé. Nákvæmlega. Þegar þú stendur við þitt, þegar þú gerir það sem þú átt að gera, þá það normið, það það sem við viljum. Fréttamílar, þess að það sko hugmyndunum svona yfirlýstar jákvæðar fréttir svo skrítið, sko, þegar fréttir í eðli sínu það sem að afla fer, sko. Eða svona, það getur líka verið jákvætt út fyrir það sem við búumst við eða regnum með, sko. Þetta mikið rétt. Sem minnir á að Óli heitinn Tíners var alltaf með sko svona fallegar lokafréttir í fréttimannum hjá okkur, yfirleitt dýramyndir af pandum og einu til ekki snákum manni eftir. Og beint og eftir fréttimannum var yfirdýralæknir kominn og Edda Andrésdóttir las fréttin snákinn og endaði fréttalesturinn á því segja og talandi snáka hingaði kominn yfirdýralæknir. Já, akkurat. Þetta svona eitt af atvikunum sem maður getur hlegið í endurlitinu. Já. Það var ekki gaman akkurat í einhvern ímyndaði mér. Það nú þannig, þingið náttúrulega frétta uppspretta. Já. Þar erum við að breyta samfélaginu, oft til góðs og stundum síður. Þegar ég var þingfréttamaður, þá var það nefnilega svona tölvugræður, sko. Og þegar komið fram sko fyrirspurnir, þá leitaði ég sko til þess þingmann sem var að leggja kannski fram fyrirspurn. Af hverju þetta að þessu? Og þá kemur það bara alveg eitthvað. Og sko þar kemur frétt, sko. Þannig að maður reynda að skúpa spurningunni. Ég get til og með nefnt eina frétt sem aðalsíktur notfært sér. Ég spurði sko heilbrigðisráðherra erlent vinnuafl og þróun þess á heilbrigðisstofnunum Íslands yfir ákveðin tíma og ástæðan fyrir ég spyr að þessu að sko við þurfum á þessu fólki að halda og svarið augljóst frétt það hversu mikilvægur þessi mannskapur orðin í heilbrigðisþjónustunni og við vitum alveg hvernig þróunum verður. Við Íslendingar eignumst alltaf færa og færi börn, við eldumst alltaf meira og núna sko þessi stóra barna búm kynslóð að verða að ellilífeyrisþegum og þar lendir sko þurfum við að manna allar heilbrigðisstofnanir og hvaðan haldið að sá mannskap komi og sko pólitíska umræðan í dag að við að gjalda hjá sumum flokkum að við að gjalda varhug við þessu fólki, við að stemma stígu við innflutningi þessa vinnuafls og svo framvegis. Afleiðingin getur bara verið ein, það hrun í heilbrigðisþjónustu. Og þessna bar ég þessa spurningu fram til heilbrigðisráðherra, ég búin að fá svarið mjög greinar gott og það sýnir alveg nýja mynd af Íslandi og sanna mynd sko. Ég var það var umræða daginn að þeir sem störfu sem læknar að þeir erlendir að þeir eru að kunna íslensku og ég fór einu sinni eitthvað svona að hjá mér reyndist nú alveg fáránlegt sko en ég var rannsakaður og enginn fann neitt út úr þessu. Ég var svo misti máttin alltaf í hægri fótlegg. Bara alveg fáránlegur sko og ég var búinn að fara hingað og þangað. Svo ég í skoðun og þá kemur læknirinn og ég man ekki betur en að vera frá Búlgaríu og við töluðum saman á ensku. Ég spurði hann, hvað, ertu frá Spáni? Þá sagði hann, nei, ég er Búlgari en ég lærði læknisfræði á Spáni. Þannig að það hafði sko svona spánskar hreim. Og það var sem var að ég satt svo mikið með krosslaða fætur undir borðinu þegar ég var að vinna að ég drap niður sko
Svo sagði hann að ég ætti bara að halla mér aftur á bak og renna fótunum undir bara eins og vinnir ég á sjálfu þeir. Já, ég geri það. Já, hvað? Ekki taka mark á þess að ég sitja með beint bak bara. Fara bara rækjustillinguna, en aldrei krossleggja fætur. Er það málið? Já. Hér erum við að læra eitthvað nýtt, Sigur. Og þetta var búlgarskóla. Og var ekki bara einn mætasti maður? Já, alveg fínn maður, bara gaman á hann. Hann ló mikið að þessu, sko. En í svarinu kemur ég fram að sko heilbrigðis fyrirtækin, þessi opinberu eru mjög áfram að kenna starfsfólkinu íslensku. Já, en ég segi til dæmis eftir mann hljóti að þurfa ef að manna fallari að taka ykkur inn sem að tala ensku eða ef Íslendingur tristi sér ekki að tala við lækni á ensku þá bara fá túlk. Já, það er minnstamál. Er það ekki? Jú. Herðu, hvað er í fréttum, strókar? Hann er pólitíkin. Hún er alveg fastir í pólitíkin. Óveðrið? Óveðrið, já, viltu tala um það? Snjórinn, hann kemur og svo fer hann. Já, en ekkert hérna hjá okkur. Þetta er sennilega skrýtnasti vetur sem margur maðurinn hefur lifað. Það kom í október. Já, vegna þess að sko hausti var það ljúfasta sem maður þekkir og sko til marks um Sturlunna er að klukkan 11 á aðfangadagskvöld var 18,9 steg hiti á Seyðisfirði. Klukkan 11 á aðfangadagskvöldi. Svo kom janúar og febrúar á þess að menn yrðu varið við þá. Það var svo milt veður. Mars svíkur eins var aldrei. Og áhlaupið kom. Og það sem ég finnst eins var sko áhugavert við þetta veðurfar og er ánægður með er að Vegagerðin er bara byrjað að loka heiðum. Það sko... Samt er búin að vera fréttir að vandræðum á fjallvegum. Já. En stundum eru strákar bara vegir lokaðir. Þeir eru ófærir. Og við erum ekki verið að hleypa fólki á minnstu fólksbílunum upp á þessar vegi og koma sér í tómvandræði. En er það að því að veðrið er verra eða veginir verri eða við erum með fleiri óvana ökumenn? Veginir eru örgulega verri. Það var bara einhver frá Vegagerðinni. Svo að talið til þess veginn, já Vegagerðin á Vesturlandi. Hann var að segja veginni sjálfur, grunnurinn að þessu, hann bara 30-40 ára gamall, þetta er bara þolir ekki hlaðin bíl með aftæðnivagn með fullan laxum til að fara Keflavíkurflugvöll. Það bara, veginir er ekki byggðir fyrir það og voru aldrei og aukjörðir orðnir æva gamlir. Þetta er bara spurningum eitthvað stórt óhæg. Og með þess að bara þessir almennu vegir til mig á Vestfjörðum og hingað suður, náttúrulega gríðarlegur fiskflutningur á þessum vegum og ég vil bara undirlagið þolir þetta ekki. Hvað þá slitlagið? Já. Það var nú slitlagið þannig þau tókuð af í dölunum. Fóru bara út með haka og tókuð bara, þetta var rólíkt. Breyttu sér bara í malaveg. Ég er hins og sammála því sem Aðalsteinn kom inn á í byrjun þáttarins og þú líka Sigurjón, það er náttúrulega með ólíkindum að Íslendingar árið 2026 kunni alltaf lengur að leggja vegi og hafi alltaf efnaði heldur. Þessi ein ríkasta þjóð í heimi. Þannig að kannski höfum við á síðustu árum og áratugum bara forgangsraðað í þá einhver sem hefði betur mátt geyma. Það er búið að tala innviða skuldi til mörg ár á þess að hún sé greitt. Við erum alltaf vísu búin að núna að leggja fram allmarga milljarða til viðbótar í viðhald og vetrarþjónustu þannig að við erum aðeins að skríða tilbaka með þetta en betur má við dugaskál. Það er mikið verk óunnið. Já, algjörlega. En þetta innviðafélag, það á að taka á þessu? Já, og það á sem sé að reyna bara og vera sjálfbært og standa undir sér og sinna þessum stóru framkvæmdum og ég held að við erum að hafa í huga að við getum gert svo margt það sem eru valkostur. Til og með Sundabraut þú hefur þá alltaf valkostin að fara í gegnum Mosfellssveitina ef þú tímir ekki að borga. Sama gerist í Ölfusi að þú hefur kost á að fara og greiða yfir nýju brúna en fara jafnframt hina leiðina yfir gömlu Ölfusárbrúna við Selfoss. Þannig að og sem við reyna að segja Vaðlaheiðargöng, þá kemst Víkurskarðið ennþá og svo framvegis. En við munum aldrei geta gert þetta í svona fámennustu byggðarlögunum. Til dæmis held ég að fljótagöng milli Siglufjarðar og Fljóta verði að vera
ókeypis af því að það engin annar kostur reynir. Almenningarnir að hrynja í sjó fram og munir hrynja núna bara næstu dögum eða vikum eða missurum og einn hættulegsta vegulegsins. Sko Héðinsfjörðin. Siglfirðingar komast alltaf gegnum Héðinsfjarðargöngin. Já, og tilbaka sko, tilbaka. Og en ef til dæmis verið slys í þeim þá komast það ekki neitt. Þegar að var eitthvað, Héðinsfjarðargöngin voru 5 ára, 10 ára eitthvað og ég var fréttaristjóri reyndar með þér tíma og þá var eitthvað blaðamanninn að hringja í íbúð bara blind sko, og hverju þetta breytt fyrir þau sko. Og besta svarið við frá konu sem sagði að þetta er besta hrúðuskáp sem nú erum við vita sko, að þegar bíllinn er allir í snjó að þá bara koma sinni í göngin og keyra þau og svo aftur tilbaka þá er snjóri farin af bílnum. Þetta er eins og skafa rúðurna sko. Þannig að þetta er dýrasta rúðuskáp sem maður getur. En talandi Héðinsfjarðargöng sko, einn fallegasta sem ég heyrði þegar við vorum að vígja Héðinsfjarðargöng þegar ég var síðasta þingi og mikill mannfjöldi kom inn saman eða málsins samkvæmt og þá voru að rifja upp sögu af einum síðasta ábándum á bænum held ég Vassenda í Héðinsfirði. Þetta var náttúrulega einast blettur landsins og ein konan á þeim bænum sem var komin á 8 aldurs það var farið með hann yfir á Siglufjörð á 11 heimili þar. Það var í fyrsta sinn sem hún kom út fyrir fjörðin. Þetta er þessi gamla góð Íslands. Það voru húsbændur, það voru bændur sem fóru í kaupstaðaferð. Konurnar voru eftir að geta bús og barna. Ég er búin að lesa byggð þarna, þetta var alveg skelfilegt, þetta var svo snjóþungt að það var alveg hryllingur. Svakalega, ég er búin að ganga þarna bæði á sumri og vetri og snjóakistan er náttúrulega bara óbúðslega mikil á þessu slóðum. Þegar maðurinn fór sko til Siglufjarðar yfir þetta mikla fjall og þetta er mjög seinfarið og það og við erum brjálað. Hestskarði sennilega. Og þá var hann að fara að kaupa eitthvað sko til heimilisins og konan og börnin heima og hann sá ekki húsið. Hann var að grafa sig niður á húsið þar sem að konan kurði með börnin í nokkra daga og nætur. Hann er breytt. Svona var Héðinsfjörður og núna keyrum við bara þetta í gegnum. Já. Er hérna hvað er klukkan? Jú, þetta er að vera að hleypa næsta dagskálið að. En það er sko lítið af sko innanlandsfréttum sem eitthvað sko kveður að í gangi núna, það er helst sko bara þessi mikli trúður í Washington sem sko er ófyrirséðasti stjórnmálamaður minnskosti þessar aldar. Hver? Donald Trump. Já, Donald Trump. Sem það fyrir eftir bara hvernig hann vaknar hvaða land hann leggur í rúst. Nei. Þetta er skelfileg staða. Og ég finn sko, ég veit ekki hvað aðstæð það en sko ég finn að ég fylgist nú ágætlega með erlendu fréttum líka og erlendu miðlum að mér finnst gæta ákveðinu svona frétta þreytu hvað varðar þennan mann vegna þess að sko hans gjörðir eru svo ófyrirsjáanlegar að sko bara þeir sem eru að vinna við frétti dagstæðlega þeir eru bara orðnir dálítið hvumsa og langleiðir á því hvernig þessi maður hagar sér og hvað hann lætur út úr sér. Hann var að fagna því að David Muller hefði dáið daginn. Hann var að fagna því. Já, þetta er náttúrulega búið að færa til mörkin í því sem er sagt og gert og öll viðmið hafa algjörlega breyst. Þetta tekur náttúrulega dálítið yfir íslenska frétti líka og viðbröð við því sem að Bandaríkjaforseti segir er mjög gjarnan viðfangsefni íslenska frétta og heldur þar áfram. Svo er náttúrulega bara þessi Evrópumál sem að hafa dálítið ýttu öðru til hliðar og blessu verðbólgan. Reyndar er það alveg sko að ríkisstjórnin náttúrulega ekkert að bregðast við. Nei, eftir að hafa boðað það að það væri að koma pakki og það væri alveg að koma pakki og aðgerðir og svo allt í einu heyrum við það núna að það sé ekkert á leiðinni. Nei, það eru ríkisstjórnir í öðrum löndum ykkurum það var vegna olíukreppunar lækka álögur. En það getur haft þveruga áhrif. Það getur líka skapað þenslu. Þá erum við að borga þessa olíukreppu hvað sem við erum að gera. Þetta kemur inn í sko
efnaðsmálun hér. Já, ef ég þarf að koma í stígvél, þá eru þau hærri, dýrari vegna olíukreppunar. Við erum með óðbóðslega viðkvæmt sveiflukent hagkerfi og höfum alltaf verið með og sko verðbólga hefur meðaltalið síðustu 40 ár verið 5% og stundum miklu hærri, stundum pínulítið lægri og sko verðbólga markmið Seðlabankans 2,5% sko því hefur varla verið náð, svo heiti geti. Og einu sinni snertu við á síðustu 10-15 árum. Já, ég meina einu sinni. Snertilending. En sko, það má óðbóðslega lítið gerast í þessu samfélagi. Ef við til dæmis spyrjum hvað það verið Noreg, krónan þar varin af stærsta sjóði jarðarinnar, sem norski olíusjóður og sjóður sko, sem held ég get ekki sagt töluna, $1 trilljón milljón dollarar. Hvað er mikið hvort þetta bara alveg mjög mikið. Og sko vörnin af því náttúrulega langt meiri heldur Seðlabanki Íslands getur nokkuð tíman haft uppi. En sko það hlýtur að þurfa að gera eitthvað. Seðlabankin eðlilega hefur þetta stjórntæki sem að hækka vexti, en það trúir því náttúrulega enginn að sko stýrivaxta hækkun Seðlabanki Íslands hafi eitthvað með olíuverð að gera eða áhrif olíuverðs á heimsmörkuðum að gera og sama tíma þá erum við farin að sjá raunlækkun fasteignaverðs, hafa aldrei fleiri fullbúnar íbúðir beðið tómar og seljast ekki bara yfir bara einhverja áratuga skeið. Fjármagnskostnaður þeirra sem ætla að byggja fyrir okkur, hann náttúrulega rýkur upp samhliða þessu sem þýðir að við erum að horfa upp á bara algjört frost á íbúðamarkaði. Þarna eitthvað ákveðnum vísbendingur það að Seðlabankinn hafa algjörlega yfirskotið, þú veist, af því að fasteigna markaðurinn hefur verið það sem hefur ítt hvað helst undir verðbólguna sem hefur verið á síðustu árum. Þannig að það er mjög svona skrítið og óvænt að heyra að ríkisstjórnin ætli bara ekki gera neitt til að bregðast við. Við ætlum að náttúrulega sína ríkt aðhald í ríkisfjármálum og koma ríkissjóði á réttan kjöl þegar á næsta ári með en þetta er að skella á okkur. En sko þetta er bara búið að vera í gangi núna mörg misseri og ríkisfjármálin sko gott og vel að ná þeim undir kontról en það aftur mun ekki lækka olíuverð. Nei, við erum stjórnum ekki olíuverðinni. Nei, ég er að segja það. Þannig að það hlýtur að þurfa að grípa til einhverja annara aðgerða. Af hálfu Seðlabankans. Já, af hálfu stjórnvalda að koma til móts við þá sem ekki geta, komur að segja, þú hættir ekki að kaupa brauð og mjólk og nauðsynjavörur. Nei. Sko, af því að... En sko, launaþróun og launaskrið hefur verið allt og mikið hérna undanlennum árum og laun hafa verið hækkum vel fram yfir verðbólgutölur. En síðustu kjarasamningar voru nú samt eiginlega gerðir eftir forskrift Seðlabanka. Já, en einhvers sér hefur launaskrið verið upp á einhver 10%. Það satt hérna Þorsteinn Víglundsson fyrir félagsmálaráðherra og núna forstjóri og formaður samtaka Iðnaðarins og ég spurði hann bara, það er launaskrið og Halla Gunnarsdóttir væntanlega og það er ekki hjá fjöldanum sem hún er í forsvari fyrir, það er ekki. Nei. En svo spurði hann, en á skrifstofunni þinni, hvað eru margir starfsmenn á þinni skrifstofu sem að taka launsamkvæmt til launataksta? Ekki neinast. Nei. Hvar er þá launaskrið? Hverjir eru sko ábyrgir fyrir því? Og hverjir gjalda þess? Samkvæmt tölum Seðlabanka hefur launaskrið verið langsamlega mest og eiginlega toppað alla hérna flokkana í efstu tíundinni. Hún er meiri þar heldur en samanlagt í öllum öðrum. Þannig að það er sko ríkasta fólki sem ber mest úr bítum sem er að leiða þetta launaskrið. Sem er sko þá laun umfram það sem er samið á hverjum tíma. En af hverju er þá all umræðan sko kjarasamningana? Þegar það er ekki tekjur þessa hóps sem eru undir í sko kjaraviðinu. Það er ekki verið að semja og hvað þá öryrkja sem stærsta breytan í þessum efnum? Ég held að síðast sem ég þáði laun samkvæmt launataksta hafi verið fyrsti mánuðurinn sem ég var á DFF árið 1987. Já. Það getur vel passað. Svo þegar ég fekk útborga mánuðin eftir, þá kom eitthvað sem heit bónus og ég skildi ekki hvað er það bónus á þessu?
þá bara komið yfirborgun sem ég bara ekki en ég átti eftir að byggja það margar sko. En við höfum gengið svolítið svona glatt þessar dyr sko. Já, ég er að segja það er sko fólki sem hefur engar áhyggjur sem ber bara talsverða sök á þessu. Já. Og hið opinbera líka og á síðustu frá 2015 hefur sko opinberu starfsmönnum fjölgað, ég vil bara segja allt of mikið og launakjör þeirra eru á par við það sem almennt þekkist á almennu markaði. Það er bara viðurkennt og viðurkennt mér þess í þingnefnd í morgun að svo væri komið og margir sko sem eru að keppa við ríkisstarfsmenn, ég nefni til dæmis verkfræðistofur, þar segja menn mér að þeir ekki lengur róð í opinberu markaðin þegar kemur að sko launakjörum að því að viðbætist að vinnutíminn miklu mannúðlegri, þú ert ekki að vinna á kvöldinu helgar og þar kemur líka vinnutíma styttingin, þú ert hættur að hádegi föstu og starfsöryggi langt meira. Þannig að hinn almenni markaður á bara í dag mjög erfitt með að keppa við ríkið. En þetta dæmið svo tókst, þeir hætti að hádegi föstu með sína yfirborgun og fara í búðinu kaupa sér eitthvað og þar eru skjólstæðingar Höllu Gunnarsdóttur á strípuðum tökstum. Já. Og ég get bara nefnt dæmi af góðum vini mínum sem var að hætta hjá einkafyrirtæki hér í borg og ráðast til vinnu hjá opinberu fyrirtæki. Laun hans hækkuðu 25%. Hvað segirðu? Laun hans hækkuðu 25%. Þetta er bara eitt dæmi. Já. Þannig að fólki sem er í sko neðstu tíundinni og jafnvel þar neðstu líka, það er ekki það sem er að þar er þenslan ekki að eiga sér stað. Og þetta er bara veruleiki, þetta er bara einföld tölfræði og hún er sláandi. En það er það sem það er þessar hópar, það sem þessar sko vaxtahækkanir og aðgerðir sem að þrengja að því að þú komist inn á fasteignamarkað, þar býtur þetta náttúrulega fast. Já, sko, þetta náttúrulega býtur ekkert að þá sem er sko leiða launaþróunina. Nei. Þeir náttúrulega eiga auðvitað með að halda áfram sinni neyslu. Hvort sem það er hús, bílar eða matfara eða... Já, ég meina það er nýlega frétt bara af íslensku vefmiðlum, það sem eru að segja frá því að sko ásett verð, að fasteign í Garðabæ hefði selst á sko 20 milljóna yfir ásettu verði á sama tíma og við sjáum fréttir af því að það var bara, það hefur ekki gerst í langan tíma að margar íbúðir í fjölbýlishúsum seljast sko undir ásettu verði. Þannig að þetta svona sýnir aðeins munur á stöðinu og þannig að fyrst og fremst þessir rosalegu vextir lenda þar sko, fólkinu sem skuldar. Eðlilega, þannig virkar þetta, en það er einbýlishús í göttinu mínu sem er til sölu og það er bara 400 milljónir og við veitum alveg hvaða hópur kaupir þar en þetta er umhugsunarefni og þetta er líka ákveðið svona kæruleysi finnst mér vegna þess að við höfum aldrei, mjög sjaldan reiknað hag okkar í auknum kaupmætti. Við erum að velta fyrir okkur einhverjum allt öðrum tölum, prósentuhækkunum eða krónutölumhækkunum eða einhverju álíka, en fyrir mig sem er búin að ala upp 6 börn og hef stundum haft óbóðslega lítið á milli handana og þetta geta keypt bleiur hvað þá annað sko þá er kaupmátturinn í enda mánaðarins sem öllu skiptir það er bara að segja sér sjálft hvað fæ ég fyrir krónuna fæ ég 2 brauðið 1 maður heyri í búðinni svona við kassarna sko eitthvað segir bara og þetta kostar 10.000 og fylla ykkur pókam og sjaldan verið að mikill hagnaðar á rekstri þessara stóru matvörukeðja sem við svo eigum sko í gegnum lífeyrissjóðinn okkar við eigum náttúrulega meira meina allt sem að og var ekki pilsa og gósi á bæjarins bestu komin í yfir 1.300 krónur og svo segir, svo ósmekklegur eigandinn að það sem segir hérna að 50% fær í laun á svona einföldur rekstri sko og þau launir sér hann alltaf há, hvað er það skilabúin að senda til starfsfólksins? Ég er ekki viss að það séu greitt hæstu laun í landinu. Nei, ég held ekki. Ég veit ekkert það. Nei. En ég bara mér finnst þetta svo ótrúlega að segja þetta sko. Svona gamli kapitalistar hefði ekki orðið þetta svona. Nei, kannski ekki.
Já, það ábyrgð á fólki í vinnu, tala eitthvað þannig, sko, en ekki, þetta alltaf mikið sem þeir Jæja, heyrðu, það líður á kvöldið. Já. Ég ætla að þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Já, takk fyrir mig. Gaman að koma. Aðalsteinn Gjaltason og Sigmundur Ernir Rúnarsson, takk. Og við höldum áfram með dagskrán eftir augnablik. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Já, við ætlum að halda áfram umræðu geðið. Dag ætlum við að líta til fordóma. Það eru gerðar kannanir, samanburðarkannanir sem að mæla viðhorf Íslendinga til geðsjúkdóma. Og kannski tengist umræðan sem við ætlum að eiga hérna eftir einhverju liti fíkn, en hann er komin til mín, hann Grímur Atlason, já, Geðhjálp, vertu velkomin. Takk hérlega. Ég rak augun í það að það var viðburður hjá ykkur í síðustu viku, þar sem þið voruð að kynna niðurstöður. Ég sá mér ekki fært að mæta, þannig mér dætti ég að kalla þið til og athuga hvort þú geti sagt okkur fréttir. Þeir eru semst að mæla, þeir hafa mælt fordóma, gagnvart geðsjúkdómum og það er einhver hreyfing á hvað 2 ára bili. Já, þetta er sem sagt rannsókn, það var gerð rannsókn árið 2006, alþjóðleg rannsókn sem að fyrir Íslands hönd að þá var Sigrún Ólafsdóttir, prófessor við háskólan, hún tók þátt í henni hér á Íslandi og Jón Gunnar Bergburg og þar voru mældir fordóma gagnvart meðal annars geðklofa og þunglindi og öðrum hlutum. Og fyrir 3 árum að það ákváðu við hjá Geðhjálp að leita til Sigrúnar og kanna hvort að félagsvísindasvið geti komið að þessu að endurtaka með einhverjum hætti. Könnunin eða rannsóknin sem var gerð, hún var mjög viðamikil og dýr á sínu tíma, það var farið til fólks, það var spurt með viðtölum. Við höfum nú ekki ráð á því, þannig að við fórum netleiðina, en að samanskapi að þá er oft gott að mæla það þannig, því að þegar fólk er ekki, þegar ég sit og tala við þig, að þá er ekki víst að þú segir mér alveg að þú sért á móti fólki með rautt hár. Því að ég finnst það óþægilegt, eða eitthvað skilur. Þannig að ennallavega, við gerðum þetta svona vinnjéttur, þannig að það eru lýsingar, og það voru lýsingar á, við reyndum að endurtaka það sem var gert þarna 2006 með smá uppfærslum og sáum þá ákveðna hreyfingu, það er margt lagast og sérstaklega kannski svona léttari afbrigði eins og maður kannski má sjá að við erum nú fann að tala mikið þunglind og kvíða eins og samfélagi og það er ekki orðið tiltökum álagandilega að segja frá því. En það var ennþá svona, voru verulegi fordómar gagnvart og svona fólki með þyngri vanda. Við endurtókum síðan þessa könnun núna og við bættum þar svolítið, tókum svona fíkni þætti inn og afbrota þættina betur inn og við höfum verið með viðburði, byrjuðum á viðburð þar sem við töluðum geðklofa og þunglindi, þar sem að kom í ljós á milli þessara 2 ára og það er í rauninni, við telum að það er í fyrsta skipti sem það mælist í rauninni bara í könnunum á, held ég bara í heiminum, einhvers konar breyting, aðeins það er betri og betri afstæðan gagnvart fólki með geðklofa lýsingu, geðklofa greiningu, þetta eru svona út frá greiningaviðmiðum sem við kannski á Geðhjálp erum ekki endilega hrifin af, en að minnstu kosti þetta er lýsingin og það þýðir ekki að fordómar sé ekki vrendi, það er bara það er aðeins minni. Ertu með einhverja skýringu á því? Við þetta kannski teljum að það búið að vera mikil umræða geðheilbrigðismál. Við hjá Geðhjálp höfum verið mjög undanfarin ár og í rauninni dálítið langan tíma höfum við talað mikið við farið landið og það hefur verið mikið fjölmiðlun, þetta verið fólk hér í viðtölum og gegnum tíðina og þetta held ég að skilja af því að það að tala hluti og reyna að sjá hluti og sjá til dæmis einu sinni þegar einhver sagði ég er með eða maður fór til læknisins og hann, já, þú ert geðklofa sjúklingur.
þú með greiningu hérna, þá var það bara svona dauðadómur. Því að geðlyfin voru mjög sterk og fólk einhvern veginn, það leit bara svo á og þá þetta bara búið. Þetta bara líf mitt en nú bara fullt af fólki með geðklógreiningar sem hefur rauninni bara lifir mjög eðlilegu lífi og hérna og jafnvel bara og bara í háum góðum stöðum og alls konar af því þetta ekki einsleitt og hérna það ekki svarið ekki bara einhvern veginn allt eins og eitthvað bara, þú ert svona stereotypiskur eitthvað. Sýnir könnunin kannski líka minni ótta, minni órökstudda hræðslu við að geðveikir séu hættulegir? Já og nei, það samt ennþá svo lítið þetta með óttan og þetta og sérstaklega þegar eitthvað verður meira og þar held ég að fjölmiðlar beri svolítið ábyrgð og líka svona kannski afþrenga miðlar við sjáum stereotypuna þú veist, jókerinn eða ráðherran eða þú veist, englar alheimsins típurnar þar einhvern veginn, þetta svo ekstrem og hérna, og svo þegar gerist eitthvað í heiminum, það nú alltaf verið að sprengja fólk í loft upp út allan heim og það verið að berja fólk og það bara talsvert ofbeldi víða, en ef einhver skildi vera með einhvers konar geðgreiningu, þá það mjög gjarnan kemur það fram í fréttum og þá hlustuð þá einhvern veginn auðvitað, það hættulegt en á móti þegar rannsóknir sýna að þeir sem eru greindir með einhvers konar geðvanda þeir eru kannski það örlítil aukning á ofbeldi hjá kannski einhverjum hópi og þá spurning hvers vegna og þá getur það ekki verið líka út af jaðarsetningu, það enginn sem kannar það, þú ert einn og þú ert alltaf lengur út í horn, það bara viðbragði en sko það ofbeldi mælist ekkert meira hjá þessum einstaklingum heldur en þessum sem eru eiga að vera venjulegir, hins vegar eru þessir einstaklingar 10 sinnum líklegri að verða fyrir ofbeldi heldur en þessi venjulegi. Þetta eru svona þetta eru umhverfisefni að það kannski lúmst eitthvað eftir af fordómum fordómar eru þó að það hefur dregið úr fordómum þá eru þeir stækir og það sem vorum að gera í síðustu viku var fíknin og að sýna niðurstöður og þar eru verulegir, þar eru reyna bara svona mestu fordómandir. Gagnvart fíkninni? Já, fólk og bara sko það svona, þú veist, og það svo mörgu, þú veist, þetta svona stigmagnast eftir því sem svona nærðér eða, þú veist, giftast inn í fjölskyldu, sjá börn, vinna með þér og þá það sko, það eru til dæmis eins og grasneysla, hún skora jafnvel hærra heldur heroín stundum, sem skorar hærra já, í fordómum, sko, þú veist, og gagnvart einhverju svona fyrirfram og áfengi svona kannski aðeins fyrir neðan en oft áfengi og gras á svipuðum slóðum og þetta svona umhugsunarefni og hvers vegna og hvað það en það sá sem lendir í vanda vegna einu áfengisneyslu hann veit það að borgarar samfélagsins líta hans vanda ólíkum augum og við satt, þú veist, eins og þetta við erum búin að sjúkdómsgera, þú veist, fíknar sjúkdómur og hérna mikið geðsjúkdómar, en við erum samt ennþá í því að hérna, nú ég með krabbamein, segjum við það, ekki það ég sé með krabbamein, en þá einhvern veginn sympatían mjög mikil en alkohólismi minn, hann sérstaklega ef ég virkur alkohólisti, sem ætti þá að ég samkvæmt ef það einkennið að nota eitthvað, að hérna þá kemur upp, þú einhvern veginn svona kemur upp í mann, þú veist, við þurfum að hrista þetta úr þér, eða skilur, þú að hættu þessari vitleysu og það eins með ýmsa svona geðvanda, þú veist, hættuðu nú þessu farðu nú á fætur og hreyfðu þig og eitthvað svona en samt sem áður þetta skilgreint að læknisfræðin og það kemur líka fram að í svona heilbrigðiskerfin, innan heilbrigðiskerfin sem eru tölverið fordómar gagvart því sem að þá ætti nú það kerfið að vita mest það ef þetta sjúkdómur þá ættum við kannski að fara með það eins og sjúkdóm
að þessi stutt í þá hugsun hjá sumum að sá sem verður fíknabráð eða þróar með sér fíkn eða bara fæðist fíkill eða hvernig við erum að tala um þetta að þessi stutt í þá hugsun að hann gæti betur, þetta sé einhver aumingjaskapur, það skorti sjálfstjórn, það skorti aga, er það ekki? Jú, það er mjög stutt í það. Já. Og það er auðvitað verið, og þú svona bati, menn fljótið samt, þú veist, þegar kemur bati, þú veist, og þá dregur úr, það er jákvætt, að þú svona, að það er líka trú að það er hægt að hérna, og það er, sko, við þurfum ekkert að fara að stilla þetta saman. Við þurfum að fara að gefa fólki pláss og líka átt okkur á því, eins og ég var að segja með jaðarsetninguna, að, þú veist, þetta er mismunun, og þú veist, það er svona, þegar við jaðarsetjum fólk og ítum út í horn, þá eykst vandinn, það er alveg ljóst. Já. Og það er það sem við þurfum að ná að breyta í hausnum á okkur, að fjölbreytileiki mannflórunar, að reyna átt okkur á að það er mikilvægt og það er líka mikilvægt að sýna fólki mildi og skilning fremur en sýna því óþolumæði og hroka eða fjandskap. Því að það einhvern veginn, og það hefur verið svolítið svona, það hefur svolítið verið í rauninni kannski stemmingin mjög lengi, gagnvart mörgum af þessum, hvað við að segja, einkennum sem að fólk sýnir í samfélaginu og bara við alls konar aðstæður í fjölskyldum. Það sem er líka bara flókið við þetta, ekki satt, er að sko í sumum tilvikum er að ræða eitthvað ástand í heilanum, ekki satt? Jú, Í öðrum tilvikum er þetta áfalla eða uppeldis eða félagslegt eða einhvern veginn svona meira umhverfislegt. Já. Og okkur kannski hættir sumum til þess að reyna að skella þessu öllu undir einn hatt, en þetta eru nokkrir hattar, ekki satt? Jú, og kannski vandi okkar að það varð mikil svona líffræðileg bylgja, það er búin að vera lengi. Það er svona skilgreiningin á alkohólisma og sem sjúkdóm og eins með geðvanda, hann er svona, þú veist, það var, þú veist, ef þú foreldræðinir eru með eitthvað geðsjúkdóma þá eru gríðarlega líkur á því að þú verðir því að bráð líka. Síðan er núna komna rannsóknir sem fyrirtæki, þessi gena fyrirtæki sem voru að rannsaka þetta í byrjun og svona, þau komu með þessar, þetta var svona leit þannig út, en nú eftir að hlutinir eruðu betri og þú getur nú aðeins svona skoðað samsetninguna í okkur og DNA-ð og allt þetta betur og genin, að þá kemur í ljós að þetta er miklu minni áhætta heldur en áður var sagt. Erfðirnar. Já. Og þá er það spurning, þessi utanakomandi áhrif sem að við höfum svolítið haldið fyrir utan, því að þessi vísindahyggja og hún hefur verið svo sterk í því að þetta sé einhvers konar efnaskipta ruglingur allt saman, að það er að koma miklu meiri ljós og betur ljós að umhverfisþættir spila miklu stærri rullu heldur en áður var talið. Og þú veist, það er, þú veist, hvað koma undan hænan eða ekki, þegar ég beiti einhvern ofbeldi, hvað koma undan hænan eða ekki, var það geðvandi minn, eða eins og ég var að segja, það er búið að vera þannig í 10 eða 15 ár, að ég er hérna bara til hliðarsettur, þú veist, ég kannski að nota geðlyf sem valda því að ég fitna, ég er þvoglumæltur og alls konar hlutir sem gera það verkum að mér er svona, þú veist, ég kemst ekki á date. Þú veist, mér er ekki boðið í bíó. Gömlu viniti mínir sem voru með mér í grunnskóla eitthvað, þeir eru löngu hættir að tala við mig. Já, segir ekki einu svona hæ út á götu. Nei, og svona staða, hún getur haft erfið og vond áhrif á bara alla og öll, og þess vegna, þú veist, og það er þetta sem við þurfum að fara að hugsa meira um. Og þetta ef við hugsa þetta miklu fyrr, ekki bara þegar við erum komin á þann stað að við erum búin að nota geðlyf í 20 ár og erum í miklu vanda, heldur að skoða bara hvernig var þetta á meðgöngu, bara eins og rannsóknir sína, eins og Sigrún Sigurðardóttir saði hér í viðtali við þig, þú veist, áfalla mengið, það er stór hluti af vanda mjög margara sem er að kljást við ýmislegt á fullorðinsárum. Já, þetta er rosalega spennandi umræðefni og flókið, en maður finnur samt sko, af því þú minnst á Sigrúnu, hún
hún sagði að það væri mikil stemning, það væri svona opnun fyrir þessum tabúum, auðvitað hafa þetta verið tabú, ég meina, er það ekki? Jú. Það er svona, ég ætla að spyrja aðeins betur út í könnunina, þunglind og fleiri, en áður við fyrir þanga þá hérna, það er eitthvað gott að gerast. Já, og það er miklu meira að tala hluti. Við þurfum bara að passa okkur samt að þetta verði ekki þannig að við sjúkdómsgerum allt. Það er hinn hættan. Hins vegar áfallasvarið er ekki þar. Áfallasvarið er miklu meira umhverfis, þar við að skoða umhverfisþætti og hvernig við komum í veg fyrir að börn verði fyrir einhverju, fullorðið fólk verði fyrir einhverju. Þetta er ekki hægt að koma við göngum í einu lífi, það er alltaf áföll. Þannig er það bara. Við verðum öll fyrir áföllum, en það er þessi ítrykkuðu, sérstaklega, sem að tengjast öllu því sem við erum að tala aska það sem er, drykkja, neysla, alls konar. Svo kynferðisofbeldi og slíkt sem að fólk verður fyrir, að við þurfum samt að hugsa það, að gefa ekki bara sviðið eftir einhverjum svona lyfjafyrirtækjum og öðrum sem að segja, þeir eru íta undir það, er ég kvíðinn? Já, þú ert kvíðinn, einhvern veginn. Einhvern veginn, það er þetta, það er svo mikið, svarið er aldrei að vinna með það, það er bara svo fljótt að fara út í quick fix, eitthvað. Og það tala markaðsvæðingu vandamálana. Já. Og það hefur verið lengi og það er alveg bara að tala það, upp úr 80 þá átta menn sá því að það eru miklu peningar í óheilbrigði miklu minni peningar í heilbrigði og þá er ég ekki að segja að því að það má líka ekki taka, það er fullt af fólki sem notar lyf sem að gera að bjarga lífið þess, geðlyf, ADHD-lyf, þunglyndislyf, kvíðalyf og allt þetta, það má ekki alltaf. Ef maður minnist á þetta þá fær allir í einhvern veginn svona mikla vörn og segir þú ert bara að tala niður og koma lyfjaskömm hjá fólki. Það snýst ekki það. Það snýst það að maður horfi á hlutina og sjáu hvernig í rauninni þróunin er og hvort að við séum ekki á rangri leið á einhverju leiti og þá er það bara hvernig samfélagið er búið til og hvernig er að vera barn og hvernig er að vera fullorðinn. Ef það er lyfjaskömm sem ég ef ekki að sé rétt hjá þér að þú heyrir stundum, þá er samt ánægilegt að geta sagt frá því að af því að ég hef nú spjallað við dálítið margt fólk þessi mál á undangengnum mánuðum og margir viðmælendur ræða hvað lyfin er orðin miklu betri í dag, hvað áhrifin af lyfjunum séu betri og meiri og skilvirkari fólk sem er kannski búið að vera með geðsjúkdóm áratugum saman, það getur alveg bara sagt söguna því hvernig til dæmis geðlyf í gamla daga gerðu fólk þungt og svolítið lamað en svo breyta þær einhvern veginn koktelunum með nýrri tækni þannig að fólk lifir bærilegra lífi þannig á sama tíma og maður vill ekki eiga allt undir lyfjafyrirtækjunu, þá hafa þau gert gott mót. Algjörlega og það er, geðrofslyf og fleira eru miklu betri en þau voru. Það er hins vegar, það verður samt að vita, maður að muna það, að geðlyfja bransinn, hann veltir 110.000 milljörðum á ári í heiminum. Það er bara, þetta eru lyfjafyrirtæki og vopnaframleiðendur eru mjög góðir og góð svona í því að stýra heiminum þá ég við að Bandaríkjaforsetar er yfirleitt ekki eitthvað mjög krost við það að gengi það er ekki nema Robert Kennedy sem er að móti bólusetningum einhverju slíku en það er að muna að þetta er svona þetta er ekki bara einhverjir góðir gæjar sem að Oxycontin og allt þetta þetta eru hluti sem að koma þaðan því það er hagnaður og þetta eru hluthafar og þetta er arður og þetta allt saman en að móti þá er það alveg rétt hjá þér að það er bara fullt af fólki sem á núna líf af því að það fekk líf og lífin urðu betri og eins og ég sagði áðan og bara við alls konar og líka ADHD-lyfin og allt þetta þó að menn tala faraldur ADHD og eitthvað slíkt að þá er mikið af fólki sem að eins og þetta samfélagi skrúa saman
að þá mjög erfitt að einhvern veginn að fara í gegnum það þú ert með flókið ADHD og og bara því þetta er svo ákveðin braut sem þú þarft að fylgja sko. Já. Ég ætla að ræða við þig eftir sérstaklega geðheilsu ungs fólks en höldum áfram með þessa könnun. Þú ert búin að segja okkur að það sé jákvæðara viðhorf gagnvart geðklofa, fordómar séu minni núna. Hvað með þunglindi? Já, þunglindi er orðið, það er svona, við mældum líka til dæmis ADHD í síðustu og það, af því það var mælt 2006, að það er orðið núna bara orðið í rauninni, það er minni, við erum með svona benchmark sem er svona daily troubles, bara það er svona, þú veist, viðmiðunni, bara svona fólk sem að því það er ákveðið fólk sem að til þess að ná bara þeim út sem að þola bara almennt ekki fólk, sko, það er alltaf einhverjir. ADHD var þannig að það var í rauninni mældist oft bara minni fordóma gagnvart ADHD einstakling heldur en einstakling sem að var með svona daily troubles sem að segir okkur þannig að við tókum það út og erum ekki að skoða það meir sem er gott að því leiti að það er akcepterað en samanskapi getur að verið þannig að við erum búin að gleypa hugmyndafræði einhvers en ég ætla ekki að fara út í það. Er til ADHD spurði Snorri Másson þegar ég tók við hann viðtali fyrra? Já, það er, ég er alveg vissum að það er til ADHD, það er alveg á hreinu. Það er bara spurning sko hvort að við séum svona mörg sem að þjáumst að því sko. Já, það segir líka geðlæknirinn Ólafur sem hefur verið hérna með mér í þáttum. En hins vegar einkenni, þú veist, við erum í samfélagi sem er þannig skrúfað saman að það kannski bara, það er bara, við erum ekkit, það er ákveðin svona, það er bara kakvart öllum, bara hvernig hendar þér að lifa þessu lífi og hendar kannski ekki að lifa þessu lífi svona, þessi hraði og þessi vitleysa sem er hérna út allt, bara blammeraður með einhverju rugli alla daga en kakvart tunglindinu líka, það er að draga mjög mikið úr fordómum, en það er ennþá, ótti vill ekki giftast, það er mörg sem að vilja ekki að einhver sem er nákominn giftist einhverjum sem er með einhver þunglindiseinkenni eða eitthvað slíkt sko og þannig að það er komið neðar en svona það alltaf þetta í sem að hlutni verða flóknari og við mældum sem sagt þú veist það er ein breyta sem ég ætla ekki að tala hér núna því að það er þetta mánuð sem að við munum ræða það og það er afbrotin. Það er sem sagt hvernig það er samansett og hvernig fólk lítur einstaklinga sem er á þeim stað og við kannski, við höfum þetta í þessari könnuna því við vitum það að mjög mörg sem að brjóta af sér eru í rauninni, þetta er einkenni þeirra geðvanda sko. Bara þú ert komin í jaðarsettur hópur, fíknin er þarna líka, stór hluti þeirra sem eru allir þessi útlendingar sem er verið að tala um hér að sé í fangelsum á Íslandi til dæmis að það er fólk sem er hér að flytja inn kókaín fyrir okkur fína fólkið sko og erlendu bergi brotið og situr þá í gæsluvarhaldi síðan eru kannski einhverjir sem íslenski karlmenn sem hafa lamið einhverja konur og gert ýmislegt komast ekki í þessi fangelsa því þau eru full af þessu fólki og einhverjum sem eru hér að bíða þetta brottvísun. Þannig að það er margt í þessu með þessa hluti og hvernig fólk kemst í þessa stöðu sem það er komið í. En varðandi svona fíknar hlutan og þú veist, geðklofa hlutan og þunglyndis hlutan sem við erum búin að birta að þá er alveg ljóst að þrátt fyrir að hlutin eru betri og það er jákvætt gafkvært geðklófanu sérstaklega að þá erum við ennþá á þeim stað að við lítum á einstaklinga sem eru í vanda og eru með þessi einkenni að það er einhvern veginn, við viljum hafa þá not in my backyard. Það er því miður þannig eins og kom berlega ljós í sambandi við kaffistofu Samhjálpar sem á Grensásvegi sko, sem átti að opna þar. Það bara börnin, þau labba og hvað með það? Börnin labba framhjá, er einhver samasemmerki á milli þess? Maður geti alltaf sagt ekki labba framhjá Laugardalsvelli því það eru einhverjir fótboltamenn sem hafa einhver tíma gert sekir það að vera vondi við konur, skilur þú veist,
auðvitað ekkit hættulegt að labba fram hjá Laugardalsvellinum, frekar en að labba fram hjá kaffistofu Samhjálpar. Það er ekkit bara eitthvað fólk sem kemur og ræðst á börn eða mun einhvern veginn, en þetta er bara því við erum hrædd og óttaslegin og það er út af einmitt hvernig við bara málum hlutina á vegginn. Unga fólkið. Maður hefur svona lesið skýrslur og séð tölfræði það að það er eins og að ungu fólki líði ekki eins vel eins og áður og við náttúrulega hefum ýmsar skýringar á því. Þetta er náttúrulega einu þeirra, það er sítengingin, skortur og hvíld, svona 24/7 hérna áreiti og allt það, tæknibreitingar, menningabreitingar, ég veit ekki hvað hérna vegur þyngst, en þið hjá Geðhjálp, finnur þú það í þínu starfi að vandi ungra Íslendinga sé aukin að hafa breyst með einhverjum hætti? Já, við náttúrulega höfum líka fylgst svolítið með þessu, við kallum það geðheilsu vísar og þú veist, þeir eru opinberir mjög víða, þú veist, við fáum kannarinn ofbeldi og við getum opnað bara að færa inn á lyfjagagnagrunn landlæknis, þar sjáum við, þú veist, geðlyfjanotkun og allt þetta hefur aukist mjög. Geðlyfjanotkun hefur aukist gríðarlega bara á 10 árum, geðlyfjanotkun ungs fólks. Og ofbeldi og áhættu hegðun sem er nú búið að koma í síðustu 2 ár hafa verið að birta niðurstöðu bæði lögreglan og barnaverndarstofa og þar er ofbeldi hefur sko margfaldast, ofbeldist tilkynningar til barnaverndar, alvarlegt ofbeldi og þetta er allt saman birtingamynd á einhverju. Það er ekki þar með sagt að öllum líði illa, öllum ungmennum og eitthvað slíkt, en hins vegar jaðarsettasti hópurinn, honum líður greinlega mjög illa. Það er líka alveg ljóst að þegar við erum komin til eins og í stúlkur að sko það er því miður ekki hægt að sko brjóta það betur niður en að taka 6-17 ára 6-17 ára stúlkur að rúmlega 8% er að taka þunglyndislyf og við vitum það að yngri en 10 ára er ekki mikið að þar eru fáir, það er önnur könnun sem segir að 3,7% stúlknu á aldrinu 0-14 ára taka þunglyndislyf, það er samnorræn könnun, þá vitum við það þá og ef 8% er sem maður sér, þá vitum við það að það er stærri hópur unglingsstúlkna og ég held að hann sé í kring 20%. Já, 1 af hverjum 5. 1 af hverjum 5. Og svo þegar við förum upp í 18-44 ára, þá er það 25%. Já. Og það segir okkur að það er allavega eitthvað sem við þurfum til, það þurfa eitthvað við þessu. Það er margt. Það er líka þessi svona, þú veist, það er auðvitað tilgangsleysa einhverju leyti, það er allt þetta sem þú er búin að nefna, en líka þessi bara svona, þessi svona hraði á lausn, þú veist, mér líður ekki vel. Og þú veist, og ég er ekki að segja að það er ekki að bregðast við því. Það er bara samtal sem maður þarf að eiga oft. Það kannski vantar. Já. Það vantar þetta samtal. Það er bara kannski gervigreind sem þú tala við eða eitthvað, þú leitar, googlar þetta, þú googlar eitthvað svartan blett á bakinu þeirra, þá ertu komið með krabbamenn jafnvel sko. Það er bara ekki gott alltaf þetta að leita lausna annar staðar en í sjálfum sér en þá má heldur ekki, svo er þetta því bent að þá erum við að tala niður alvarlegan vanda, megum þú alls ekki en það er þetta samtal sem skiptir held í mestu máli, þú finnir og áttir þig á tilgangnum en hann er þetta þú veist í samfélagi það sem að við einhvern veginn einangrum okkur meira frá samskiptum við leggjum mikla áherslu á það að koma börnum á leikskóla helst 6 mánaða og við leggjum áherslu á það að koma fólki sem er 60 ára í 60 plus húsnæði allt einhvern veginn einhver hugmynd sem er aðgreinandi en ekki saminandi og þetta er að mínum mati einn af þessum
hlutum sem hafa verið gott að rannsaka betur og þetta eru margir háskólar í heiminum að skoða þessa þætti en þetta mér finnst þetta einhvern veginn svona blaseiginlega við, þetta bara svona svolítið common sense, við vorum ekki búin til þess að vera í svona stanslöslu tengslarófi sko. Nei, og svo erum við alltaf að tala sko hvort það sé vel þrifið í þessu stofnanaumhverfi eins og það sé alfa og omega maturinn, hann nógu góður þetta eru þetta þýðingamikli þættir en þetta ekki það stærsta. Nei, þetta þú veist, bara samvera þú veist, umhyggja, mildi umböralendi, þú veist, þegar við einhvern veginn við erum bara einhvern veginn alltaf að berjast fyrir röngum þáttum að mínu mati, þú veist, það einhvern veginn að foreldrar í ráðhúsinu að berjast fyrir því að koma börnunum að einhvers staðar. Ég skilði það því að þetta þú veist, við höfum verið þar og við þekkjum þetta bara, þú getur ekkert lifað af, en í staðins að berjast fyrir því að bara þú geti lifað af án þess að þurfa að vera í vinnunni í 9 tíma á hverjum einasta degi meðan þú átt í rauninni að vera að sinna kannski því sem mikilvægast. Ég man alveg, það ekkert mjög langt síðan að ég heyrði það fólki sem kaus sjálft að vera heima hjá börnunum sínum og þá var kannski eða þá var semst makinn, sá sem var útivennandi, hann var bara með góða tekjur og fólki þurfti ekki að vera þurfti ekki 2 fyrirvinnur og ég man bara í mínu hjarta þá urðu bara fordómar. Hvaða djöfisins rugl þetta? Akkur hann eða hún heima? Nei, þú veist, það ekki það því börn, þú veist, við heldur ekki tala það niður, það alls konar fólk sem bara í þeirri stöðu, það ekki séns, það ekki bara vinnandi vegur. En við þurfum hins vegar að fara að vinna að því að koma því þannig að þú getur að minnsta kosti, það sé möguleiki. Og auðvitað líka þú veist, neysla okkar og brjálæði og að það eru mikið af fólki sem geti gert hlutina allt öðruvísi, það hefur þannig tekjur en það eru sumir sem að hafa bara alls ekki þannig tekjur, það bara mjög stór hópur ég meina, Eflingar starfsfólk meira og minna sem hafa bara ekki breyk í það að vera að fara einhvern veginn að gera þetta en þú veist, þetta held ég svona atriði sem við þurfum að skoða bara vestræni heimur, hvernig ætlum við að komast út úr þessu tengslarofi sem við erum í bara alla daga og þessu síreiti einhvers tilgangsleysi sko. Stundum það svona að hafa smá húmor í málsgreinunum þetta sem skilar okkur áfram dettur í huga Brynhildur Guðjónsdóttir leikari sem var hér í Helgispjalli hún sagði svona pínlítið í kímin en auðvitað bara með mikinn brotta alvöru í því að við varum fann að líta það sem ánægulega og kyrrláta kvöldstund þegar 4 einstaklingar í sama herbyggi, pappin, mamman og börnin 2 eru bara sitja öll saman með símana sína. Það bara mjög algengt og svo þetta líka svo erfitt að þetta svo patroniserandi að sitja eitthvað staðar og segja fólki hvað ég að gera. En við þurfum bara að finna þetta hjá sjálfum okkur, það eina leiðin og það ekki endilega borgaryfirvöld eða bæjarstjórinn í Hafnarfirði eða ríkisstjórnin sem breytir þessu. Það bara ég sjálf og sjálfur bara hér. Hvað get ég gert til þess í rauninni að draga úr þessum einkennum þessa í rauninni sílikondalsins. Það bara mjög mikilvægt að huga því. Og fara í einhvers konar bara svona setja sig þeir nú alltaf að tala leiða í jörð það alveg hræðilegt hræða svo vegferð þetta ömurlegir frasar þeir eru vegferð að leiða hér í jörð en það þarf að jarðtengjast ekki gleyma það fer ekki saman hljóð og mynd nei, það ekki saman hljóð og mynd það alveg ljóst þetta alveg ömurlegir frasar en Grímur, svo sko annað meira tengt ungu fólki heldur en öðrum þjóðfélagshópum að maður finnur það svolítið svona í umhverfinu og í félagslífi sem ég sinni að sko það eru allmargir sem finnst að við höfum gengið of langt í því að sjúkdómsgera bara fílu og leiða og eitthvað svona lífið sé alls konar og hefur eitthvað það að segja að sko
getur verið að stundum sé pínulítið erfitt að vera þú og fara fyrir þínum samtökum og ræða talamálið þinna skjólstæðinga þegar það verður kannski svona blöndun á milli atriða sem að eru ekki sjúkdómar og svo aftur mjög alvarlegra sjúkdóma þar sem að fólk sannarlega hefur lítið rými til þess að takast á við á, skilur þú hvað ég á við? Já, og það sko við þetta förum við sem að vorum alin upp þarna og svona 8. áratugnum og þá var það var einhvern veginn svona hands off algjörlega, það var bara þú labbaði bara í gegnum allt og það, þú fórst og spilaði körfuboltaleik eða eitthvað og það kom aldrei nokkuð maður að horfa á því, skilur, sem tengdist þér, sko. Og það var einhvern veginn svona, þetta var miklu meira svona sjálfala samfélag og eitthvað svona streetwise sem að mjög mörg fóru illa út úr. Það voru að muna það var ekki dásend, þetta var alveg fáránlegt, þetta var bara svona svo varst í sveit í 3 mánuði á hverju sumri einhverstaðar bara og það vissi enginn hvað gerðist og það var ekkert og börn tala ekkert það, svo verður bara skrifum það kannski bækur 30 árum síðar eða eitthvað slíkt sko og eða einhverju kveikstættir og fleira. Þetta var samfélagið. En svo breyttist það, við sem á gengum þessa götu við einhvern veginn ætluðum nú ekki gera þetta, það ekki endurtaka mistök fortíðarinnar og það var bara, það er bara curling kynslóðin hérna bara, við bara sem að sko má ekki gleyma að margt að því mjög gott, það er margt að því að bara vera í kringum börnin sín, sinna börnunum sínum, hafa áhuga þeim, en auðvitað tekur þetta fer þetta síðan í einhvern svona, gengur aðeins langt. Já, og svarið kannski hefði mátt ofta vera að fá þér vatn, skilurðu. Og í staðins að grípa, fara, hlaup eitthvað og eitthvað og alltaf eitthvað bara minnsti magaverkur eða eitthvað bara óttin eitthvað. Þetta verður, það alveg rétt og kvíði, þunglindi, allt þetta sem ég var að tala þetta einhvern veginn. Krakkar og nota ég með áfallastreitu. Eitthvað, segja þetta verður svona eins og bara svona orðin, þau missa í rauninni algjört vægi. Ég þunglindur, ég kvíðinn. Þú ert ekkert kvíðinn. Ég held að þessi hátt í 2000 börn sem fara ekki í skólan. Já, það bara þannig, það á annað 1000. Já, annað 1000, já. Og það búið að vera þannig en sko skólaforðun ekki bara út af því að börnin fara ekki í skólana í en vilja, þau vilja ekki fyrir skólan. Það líka, það bara verið að fara til Kanaríeyja, það verið að fara á skíðaferð og ýmislegt annað. Þetta allt saman streituvaldandi líka. Öll þessi þetta og það alveg, þetta ekki bara fólk sem jaðarsett, þar heldur líka bara þau sem eru bara eiga allt, þá verður tilgangsleysið algjört, einhvern veginn, því það alltaf jól og þá verður aldrei jól. Og þetta allt svona hlut í birtingamynd sem við þurfum alveg að taka með inn í myndina, en við meðum ekki gleyma því að þó að eitthvað verði byrjið þannig að það einhvern veginn bara einhver misskilningur í höfðinu að þú veist að því að þú heyrir henni, þið líður ekki allt í einu bara að þú stoppar festivalið í smá stund og þá líður mann ekki vel og þá skilgrinni með það sem einhvern vandamál en það kannski ekki meira vandamál en það að bara þetta maður bara svo sjaldan sem maður fær tækifæri til þess að leiðast og það mikilvægt að einhvern veginn að skilja það að lífið brekka og það dalir og alls konar en það eru líka tindar og ná því að það bara eðlilegt líf en það ekki þannig sagt að þegar þú upplifir eitthvað að það sé ekki raunverulegt. Ef þér leiðist aldrei ef það verður aldrei þreyttur ef það verður aldrei þyrstur aldrei svangur þá til dæmis tilfinningin að hlakka til eyðir maður henni ekki líka sko. Jú, og þetta eru þessir þættir sem svona þetta bara svona heimspeki, uppeldis heimspeki sem í rauninni við skiljum held ég öll að þetta og ég held að öll, en við bara það svo og eins og við skoðum samanburðin á þessu samfélagi, hvernig var þetta á 18. öld og hvernig þetta var á 19. öld og hvernig þetta var á 20. öld og hvernig þetta í dag að það sjáum við bara þegar við í rauninni tilgangurinn fyrir 150 ára var bara að lifa af það var og hafa bara mjög góður tilgangur greinilega, það var
og við sjáum þetta oft í rannsóknum í samfélögum þar sem kannski mikil fátækt og hungursneyð og fleira, þá virðist alls konar svona geðeinkenni bara vera öðru vísi. Við ekki að gera lítið úr því að ræðilegt, þetta eru, þú veist, ímyndaður allt trámað sem verður fyrir þegar þú bara missir annarkvært barn eða eins og í Vestmannaeyjum tíma það bara var 1 af hverjum 10 sem lifði. Þannig var það hérna rétt fyrir 1850 í Vestmannaeyjum. Og þá einhvern veginn, þú veist, en við samt sem á tilgangurinn var að lifa af og við vissum þennan tilgang. Í dag þetta orðin svo óljós tilgangur, sko. Þú veist, fyrir vinnuna og maður kannski finnur bara einhvern veginn, ég ekki að gera neitt hérna, þú veist, akkur fæ ég laun. Það eru alls konar svona hugmyndir, tilgangsleysið orðið svo yfirþyrmandi og sjálfvirknin svo mikil. Þetta fyrir þetta niður í börnin og okkur öll, sko. Rétt í lokin, Grímur, kannski myrkasti hluti svona umræðu, sjálfsvíg Íslendinga og þar að veru ungir Íslendingar nokkuð ráðandstærð. Hafa þín samtök eða eru til einhverjar rannsóknir á því hvað það öðru fremur sem hrekur fólk út í sjálfsvíg? Þetta nú ekki auðvelt að segja, sko. Það eru margir þættir og margt sem gerist. Þetta svona þessi loka birtingamynd á einhverjum vanda og það nú komið svona, það var samþykkt í þinginu að reyna að rannsaka orsaka þætti sjálfsvíga sem gott. Hins vegar þá þegar allt þetta sem ég búin að vera að tala hérna, að það einhvern veginn, að því að þeir tala tilgangsleysi, að við skoðum samaburð og ég gerði það nú sjálfur í verkefni sem ég var að vinna á öðrum vettvangi og þá skoðaði ég sjálfsvíg aftur í tíman og skoðaði sem hlutdeild af dauðsföllum og það núna skilur og þá þegar maður ég leiðrétti það líka aftur í tíman því að við tökum 1900 erfitt að sjá hlutfell af dauðsföllum því að það dóu svo margir úr alls konar pestum og miklu hærri barnadauð og annað þannig að þá líta tölurnar miklu verr út af því að það deyja tiltölulega fáir ungir Íslendingar almennt en þetta sko orðin alveg stór þáttur dánarorsaka ungs fólks eru sjálfsvíg og lyfjaeitranir tekur 18 til 29 ára þá þetta bara orðið samanlagt 70% þeirra sem deyja þau deyja úr sjálfsvígi eða of stórum skammti og ferða aðeins yngri að það unglingarnir eða svona 11 til 18 ára þá þetta bara dálítið stór þáttur, sko. Getur verið 20%, þetta náttúrulega bara svo fá að það erfitt að segja það, það getur verið 40% eitt árið og svo bara 10% eitt að þetta eru svo fáir sem deyja. En til samaburðara þá var þetta bara mikró fyrir 100 árum. Og það var ekki bara út af því að það var ekki skráð, þetta var alveg skráð. En þetta samt einhvers konar Hafa aldrei fleiri tekið sitt í líf en núna? Jú, það var hræðilegt held ég árið 2000 var það bara mjög slæmt. En þetta eru samt svona, þetta svona nokkuð stöðugt, en þú veist, það alltaf talað þetta mjög slæmt núna, en við þurfum bara að bíða eftir tölum og það þýðir ekkert að segja eitthvað bara sem heldur. Þetta bara til þess að sko hluta af þessu, þetta allt saman einkenni, þetta eru bara, ef við tökum svona geðheilsuvísa, þú veist að taka geðlyf, það aukast, ofbeldi aukast, sjálfsvíg, hvernig það? Þetta eru svona bara, þetta eru mælikvarðar á einhvers konar, þetta svona barómeter á geðheilsu og það alveg ljóst að við erum einhvers staðar ekki á réttum stað með okkar vestræna samfélag held ég almennt, en Íslendingar eru náttúrulega líka hérna í myrkrinu og fleira, þannig að sjálfsvíg eru hærri hér heldur en í ýmsum suðrænum löndum en svona Skandinavía, Finnar og við og svo Eystrasaltsríkin kom ekki sérstaklega vel út, þau eru endar miklu verri, sérstaklega Litáin heldur en við. Að þú myndist á nattstöðu okkar, það komið pínlítið óvart þegar Ólafur Örn Ævarsson geðlæknir sagði að geðheilsa landsmanna væri verri að vori heldur en í svartasta skammdeginu. Það
vantarlega það ekki það ég ætla að fara að finna út því hvers vegna en ég held ég ímyndi mér það þegar maður oft þegar ljósið að nálgast sko að þá maður bara svolítið búin á því þetta náttúrulega langt sko þetta verður líka eins og núna við erum búin að vera í veturinn svona nú ætti að koma birta þá kemur helvítis páskarhetið enn eina ferðina og stendur yfir allt og lengi skilur það var hérna 10-15 stegi hitt í janúar og svo fáum við þetta núna en þetta svona þetta svo hérna ljóðið í Svíþjóð var nú ljóðið það var sko janúar, februar, mars, apríl, mæ, júni, júli, ágúst, september, október, november hér þetta svona svo til mars eða februar það bara hreyja þorran Einmitt. Herðu gott að skilja við þig á jákvæðum og léttum nótum, Grímur. Takk fyrir að deila vitneskju þinni fordóma og við höfum farið víða vel eins og oftir. Takk fyrir komuna. Takk hérlega. Og áfram göngum við göttuna. Kæru hlustendur og áhorfendur, það nýr kapli eftir andartak ekki frá langt. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Já, komið þið sæl. Við ætlum núna að ræða dánaraðstoð. Til minni kominn Svanur Sigurbjörnsson læknir. Velkomin. Já, takk fyrir. Þú skrifaðir fyrir stuttu grein, dánaraðstoð byggð á fótfestu eða á hálum ís og þú skiptir sér í 2 flokka. Ef við byrjum bara á flokki 1. Það þennan fólk sem bara aðfram komið í lífinu, það búið með alla lífskeiði. Já, það svona, það kannski fyrst og fremst sko að þessi hópur fólks sem kallar þarna leið 1 þá rauninni fólk sem fyrirsjáanlega deyjandi og þá með lokastigs sjúkdóm og að deyja og þetta svona þetta klassiska dæmi þá mannesku sem óskar þá eftir dánaraðstoð. Það svona hennar hugmynd að góðum dauðdaga að fá að deyja svona áður það verður allt farið, allt svona öll lífskeiði gjörsamlega farin og manneskjar orðin háð öllu og getur ekki notið neins. Og hún vilji þá bara velja sinn tíma og sinn stað og oft það þá með fjölskyldinu og sínum nánustu og fá að fara þannig með aðstoð læknis. Já, en svo ég var nú að segja við áður við byrjuðum að þegar að til dæmis móður mín lést þá var hún alveg sem sagt ekkert eftir. Hún hafði ekki dómgrind sko til eins nema hún bara sagði hvað tilkvæmsláttum fyrir svona gamla en sko þá tóku við raunverulega afkomendunir, við tóku raunverulega með lækni ákvörðunum dánaraðstoð, af því að þá eru nauðsynleg líf tekin frá henni. Já, það ekki svona ekki korrétt að kalla það sko dánaraðstoð því þá það rauninni það að taka út tilgangslausa meðferð sem að rauninni mun ekki gagnast manneskunni og mun bara rauninni þá kannski framlengja líf sem að rauninni bara búið og það bara framlengja þjáningar. Þannig að þá manneskunni hjálpað að deyja með því að taka allt svona sem að gagnast ekki og taka það bara út og gefa þá verkjalyf og róandi eftir þörfum og svona sjáum að manneskjan deyja. En þá það komin alltaf á það stig að þú ert orðin háður öllu og þá hægt að hafna því og svo með deyr manneskjan þá. En í tilviki dánaraðstoðar að þá vill manneskjan ekki enda þarna. Heldur vill hún
koma fyrr, það sé aktíft, það sé virkt inngrip áður en hún fer að þetta stig og hún fá að deyja á sinni stund. Má ég spyrja þig, ert þú stuðningsmaður dánaraðstofar? Ég er stuðningsmaður þessara leiðar 1 eins og ég nefni í greininni sko. Já, þetta. Já. Þegar einhver sem er veikur eða einhver fyrir sér engan tilgangi að lifa lengur? Já, eða þá er það sko dánaraðstoð fyrir hina deyjandi sem að hafa mist það mikið af sínum lífsgæðum og sjá ekki fram og það er ólæknandi sjúkdómur sem að manneskinn fer bara hrakandi og hún horfir fram að missa eitt af öðru úr sínu lífi og get ekki lengur notin eins að það er þessi staðar sem að ég vil styðja. Kannski sko fólk sem er skerta dómgreind sem er bara Alzheimer-sjúklingar geta sko gilda þeirra orð að vilja deyja. Já, þetta hefur verið mjög svona, þetta er svona þess að við kalla svona svolítið grátt svæði þarna, þetta er svona, það má segja, má flokka þetta í þess að við kalla þarna í greinin leið 1 og leið 2. Leið 2 er svona, það er að ræða fólk sem er ekki deyjandi, það er ekki heilsufarslega deyjandi, heldur líður einhvers konar óbærilegar þjáningar í sínu lífi og upplifir ekki neina hamingju og sér ekki fram á neina betri daga. Það er náttúrulega fólk getur verið á geðrænum eða líkamlegum eða í bland orsökum sem þessi óbærilega líðan er til staðar. En þá er það ekki deyjandi og þá er það í rauninni allt önnur ákvörðun, það er allt annað því að þá ertu bara viðurkenna slíkt ástand sem eitthvað svona loka stig og loka stig tilverunar þó að líkaminn sé ekki að gefa sig sko. Hann er munur ykkar. Já, en varðandi Alzheimer's og svona, ég tek það bara þá styði ég ekki þetta og við getum farið út í það nánar síðar. Það styði ekki dánaraðstoð við þennan hóp, þennan ekki deyjandi hóp. En varðandi Alzheimer's þá er það svona sjúkdómur sem að misrætt er að svona að endanum að leiða manneskjuna til dauða og áður nú deyr að þá hefur hún oft mist alla vitræna getu og þekkir ekki umhverfið sitt eða aðstandendur eða getur ekki matast og hefur ekkert vitað því að borða eða sinna sínum bara svona grunnþörfum og er svona einhvern veginn horfin svona vitrænt séð. Og vandinn við að veita svoleiðis manneski þeim spórum dánaraðstoð er sá að þarna þarf að þá viðkomandi að biðja dánaraðstoðina þegar hún hefur vitræni getu til þess og svo og þá er eitthvað sett upp einhver staða þegar ég komin á þennan stað að ég get ekki lengur notist lífsins og að þá eigi að veita mér dánaraðstoð. En þetta er afskaplega erfitt af því að þarna ertu þá að veita dánaraðstoð sem að getur ekki á stund dánaraðstoðurinnar samþyktana í rauninni. Í rauninni kannski bara passíft, ef hún mótmælir ekki eða svona eða það getur verið svona erfitt að meta hvort að jáið á þeirri stundi sé byggt á það er væntanlega ekki byggt almennilega á vitrænni hugsun það sko og getur verið erfitt að meta það þannig að og það komið eitt mál upp í Hollandi sem var mjög dramatískt í þessu skyni var að manneskja sem að hafði svona fyrirfram fengi samþykkt að dánaraðstoð þegar hún kæmi á þetta stig að hún vill síðan ekki, streitist á móti vill ekki dánaraðstöðuna þegar því kemur að veita hana en læknir og aðstandendur ákveða samt að hún sé sér til rauninni að þarna mæla á móti eigin vilja
hún hafi ekki lengur vitað í þessum hún að ákveða og henni var samt veitt dánaraðstofun og þetta náttúrulega var mjög umdeilt og held ég að það farið fyrir dómstóla. Þannig að það svona eitthvað sem að læknar horfa náttúrulega í að vilja ekki vera í þeirri stöðu, sko. Já, þannig að þetta ekki bara birtingamyndirnar geta verið margskonar eins og þetta segja frá þessu hollenska máli. Það er náttúrulega læknar og aðstendendur í miklum vafa hvað á að gera. Já, ef að allt í einu, ef viðkomandi neitar og hvernig ég að bera að túlka það það er bara svona einhver primal fear, eins og maður getur sagt, eða svona einhver svona eðlisávísun, einhver ótti sem kemur upp bara hvert döðunum og ekki bera virða það eða bera virða það þegar hún hafði fulla vitræna getu og hugsaði þetta yfirvegað hvort bera virða og þarna kemur þá togstreita sem er náttúrulega ekki gott að setja nokkurn mann í, sko. Og rauninni mér svona held ég óheppilegt að það skyldi láta verða af því að framkvæma þetta því að það er svona verður að fara í, held ég, í allir svona málum varlegar í sakirnar, sko. Já. En hvað er einhver bara svona akademísk umræða þetta? Já, það hefur verið svona eins og siðfræðistofnun háskólans hefur efnt til nokkura umræðu funda og nú siðfræði ráð læknafélagsins og læknafélagið hefur efnt til nokkura funda með kannski svolítið löngum millibili og það hefur verið tekið fyrir umræða þetta á læknadögum, hann var svolítið síðan það var, en það hefur gert í nokkur skipti og Þannig að við færum ekki nær þessu eitthvað? Jú, ég held að það sem hefur nú gerst á síðustu áratug eru náttúrulega talsverðar breytingar þó það séu svona, að segja það séu hljóðar af því að það er ekki orðin einn svona breyting á framkvæmt hlutana. En ég skynja það að fólk er miklu betur inn í þessu málum eftir að maður var. Og það er ekki lengur svona þessi vafi það hvort að við eigum að ræða þetta eða ekki, sko. Það var svona sumir sem vildu bara ekki ræða þetta mál af því það væri best, því að þá yrði ekkit eitthvað svona þá myndi bara málið þagna, sko. Já, það er ekki skólaskiptum við það meira. Já. En það er sko þetta það sem ég talaði að mín reynsla að þegar við ákváðum að hún hætti að fá nauðsynleg lyf en þá var líka algjör persónubreyting. Kona sem hafði aldrei rifist í lífinu, aldrei var allt innu fann að vera bara askodíll, sko. Þannig að þá er karakterbreytingin orðin svo mikil, þetta er bara orðin allt önnur manneski í rauninni, sko. Allt sko hvernig fólk haga sér, en þegar að við fórum þegar við búin að fá inn á hjúkrunarheimili fyrir hana og þá segir bróður minn sem var með mér og hvað tekur svo við verður hún þarna lengi og þá sagði konan sem var að tala okkur fólk deyr hér það þurfti ekki að hugsa lengra þegar við komin á endastöð, sko. Fólk deyr hér. Ég gleymist aldrei. Það er ekkert kallt, þetta er bara starind. Já, mitt. En þá er manneskjan ekkert, sko, svo afleitt þegar þetta er sagt, sko. Já, það er mitt. Já, þetta getur alltaf komið svolítið flatt upp á mann, sko, að þarna sé svona bara endastöðin í rauninni. En það er kannski eins og þetta segir, sko, að þarna er hún ekki lengur sama manneskjan, hún missir hugsunargetun og annað þegar hún komin í svona þetta óráð sem að getur orðið
og það er kannski það sem að fólk sem að óska dánaraðstæður vill ekki, það vill ekki verða þarna, sko. Nei, en sko, dánaraðstæður ekki leið á Íslandi, en vitið til þess að fólk fer til að landa til að fá dánaraðstæður? Sko, fólk er eitthvað að spyrja þetta hérlendis, sko, en hvort að eitthvað möguleika á því að fara til Sviss, sem jú möguleiki, en það til dæmis ekki möguleiki á því að fara til Hollands. Við höfum frétt nýlega að, sko, að það er hægt að ef að fólk hefur átt lögheimili á Spáni í 1 ár, að þá er það orðið gilt inn í spænsku löggjöfuna þó það sé ekki orðnir ríkisborgarar. En það er held ég svona undantekningatilvik og en ég veit ekki til þess, ég hef ekki heyrt frá þeim í lífsvirðingu með það, þau fylgjast nú best með þessu að nokkur hafi farið það hefur ekki gerst en ekki mjög lengi ekki farið til Sviss, sko. Já, en þetta sem er svona annar flokkur eða númer 2, það er fólk sem er með bara ágæta andlega heilsu og sumir ekki, sko. Og sumir ekki, já. Nei, það er mjög blandaður hópur, sko, en nokkuð stór hluti þar hefur mjög slæma andlega heilsu, sko. Líður óbærilega þjáningar fyrir geðræna Er það stæðstu hópurinn? Ég man ekki alveg hvernig það er. Ég held að það, ég þori bara ekki að fara með töluna þar, en það er allavega nokkuð stór hluti af því, sko. Og hinn hlutin er svona fólk sem er þá, getur verið fjölfatlað, býr við mjög skert lífsgæði út af fötlun og getur auðvitað í bland haft geðræn vandamál. Það var, ég nefni þarna dæmi kanadísks manns í greininni sem að fekk dánaraðstóð leiðilega, hvað var hann gamall, hann var ekki búinn að ná 30 og hann hafði fæðst með sykursýki típu 1, fengi hana bara frá barnæsku og meðhöndlunin hafði ekki gengið alveg nógu vel. Þannig að hann var fann að upplega svona mikla verki og svo taugaverki út í útlimi og leið mjög illa út frá því og síðan að það átti geðrænu vanda líka og hann sótti sko dánaraðstöð í Kanada núna, það var 2020 og fekk synjun í því fylki sem hann var í en 3 árum seinna er hann búinn að leita víða fyrir sér í Kanada í öðrum fylkjum og fær jákvætt svar í öðru fylki og fekk dánaraðstöðina og móðir hans var mjög ósátt og vandamáli þarna við þetta er ekki það að maður getur vel skilið að fólk vilji deyja sem líður svona hræðilega og er komið á mjög slæman stað og fær ekki meina sína bót en þarna er manneskjan ekki deyjandi sem slík og á í rauninni svona áratí framundan af lífi og þá er það mjög alvarlegt að það er mjög, sko, þú ert hættir á að tapa svo miklu ef þú styður það þessi manneski endi lífsitt þannig að það er allt annar hlutur, sko, því að þarna geta jafnvel eftir áratugir eða mörg ára þá getur byrt í lífi svona mannesku og þannig að það er mjög stór óvissa framhaldið. En sko það er ekki þannig að einhver konan skilur við hann og hann er með allt í klessu í lífinu og hann getur ekki gengið þar inn og segir, vil ekki bara senda mig yfir, sko.
Já, það er náttúrulega... Þetta er ekki skynda ákvarðanir? Nei, þetta er náttúrulega, sko, það er náttúrulega, maður segja þessi góð rök, þannig út frá þessari óbærilegu þjáningu og þarna eru líkamlega orsakir, en svo er líkamlega orsakir í bland, en síðan hafa líka verið tilvik, sko, og eru tilvik náttúrulega það sem er í Hollandi, að það sem er viðurkennt í rauninni að út frá geðrænum orsökum einum, að þá getur óskað dánar aðstóð og fengið hana og þeim tilvikum hefur fjölgað mjög mikið í Hollandi núna bara á síðustu 5 árum, 5-6 árum. Árið 2011 þá voru bara 3 tilvik í Hollandi sem var út frá beinum geðrænum orsökum, en svo voru þau 138 minnum að talana hefur verið árið 2020 og 2024 voruð komin yfir 200 og það hefur orðið þá einhver breyting þarna í að þröskuldurinn hefur lækkað fyrir því að veita þetta og ég vitna þannig grein 3 hollenskra geðlækna sem líst ekki á blikuna og telja þetta fyrirmyndar fyrirkomulag sem var talið að væri svo ströngkrafa þarna, væri bara örfá sem fengi út ári, að það hafi nú reyninni losnað það og nú fái sko miklu fleiri dánaraðstoð að geðrænum orsökum þar sem að það er ekki líkamlega deyja, ekki með líkamlega fjölföllun og það er það sem að maður horfir til að slík óvissa finnst manni óbærileg og ekki rétt að setja lækna í, sko. Já, en sko, náttúrulega siðferðislega, sko, fólk sem ekki deyjandi, þá kemur kannski siðferðisspurningarnar sterkar inn heldur en í hinum flokkunum. En hvernig það til þess að þetta lítur líka að vera að fólk sem slasast illa, að það bara, lífið þeirra bara gjörbreytist. Og það bara kann ekki við það líf og getur ekki hugsað sér að vera þar. Það hljóta að vera þannig dæmi sem koma upp þar sem að þetta er leyft. Já, það er þá, þannig að ef einhver til dæmis er lamaður frá hálsi eða er mjög spastískur og hefur kannski mist fjölmargt og er öðrum háður og hefur svona takmarkað getur til að njóta einhvers að þetta er þannig að þetta fólk getur verið í þeirri stöðu, finnst lífið óbærilegt og það er ekki náttúrulega hægt annað en að finna til með því og skilja þá afstöðurunni en það er þetta sem að þetta er svona sko með það að þarna er samt einhver von til bata til svona að finna merkingu í lífinu og að hjálpa þá fólkinu að finna merkingu í lífinu þó það sé takmarkað og en ef að þetta er orðið þannig að þetta er svona viðurkennt sem eitthvað svona lokastig tilvistarinnar að þá eru læknar þarna komnir í það hlutverk svona að hjálpa þessu fólki þá að deyja á örgan og þægilegan máta að sofna sko, deyja þannig að þetta er svona þáttakandi í rauninni þeirra ákvörðun að taka lífsitt sko. Þannig þá er þetta svona líkist þetta meira sjálfsvígi þó það sé kannski gert að yfirvega máta og eftir umræður og umþóttuna tíma en þetta er orðið líkara sjálfsvígi heldur nokk tíma það að hjálpa deyjandi mannesku að deyja á sinni stund. Hefur þú í þínu störfum einhvern tímann tekið þátt í
að segja já eða nei við lífslokum? Nei, eða sko það náttúrulega ekki boði á Íslandi og það sem að læknar gera í dag þá henni bara að ræða við viðkomandi ef að henni hefur rænu til vitur henni getu til að ákverða megin máli eða þá ættingjana ef svo ekki það hvort að ég að draga í land með hlutina sko, og veita líknandi lífsloka meðferð en það annar hlutur sko. Þannig að það er það sem að við gerum í dag sko. en sumir vilja deyja öðru vísi og það er þetta sem að dánaraðstofan snýst sko. Já, kannski til að vera sínu fólki minni byrði? Já, það góð punktur sko. Það viljum við ekki ákvörðin sé eingöngu byggð á slíku sko, því að þetta Nei. Því þú átti ekki Ég átti vegna einhverja breytingi sem að orði í lífinu. Já. En það sýnt sig í könnunum í hérna ég held að það sé í Oregon könnunni að því þeir kanna ástæðunar Oregon fylki í Bandaríkjunum að það eru komið fram að held að það hefur verið það var ekstra milli 40 og 50%, 48% held ég að minna að talnaði verið, því ég get ekki alveg það er örglega ekstra milli 40 og 50%, það sem að það að vera byrði á ættingum og öðrum er meðvirkandi ástæða. Það er ekki eina ástæðan eða aðalástæðan, heldur er hún með hinnu. En aðalástæðunar eru sko þá að hafa mist þessi lífsgæði og getuna til að njóta nokkurs. Já, en hérna það er ekki bara einhver einn læknir sem tekur ákvörðun. Nei, það er þá þegar þetta náttúrulega er á sviði læknana að ákveða það hvort að eigi að verða við svona beiðni, því að þetta er þá ákveðið form læknisþjónustu, að þá er það í þeirri löggjöfum þessara landa sem þetta er líði, eins og Benelux-löndin, Kanada, Spátn og svo 10 fylki í Bandaríkjunum, að þá eru það, 2 og stundum 3 læknar sem að þurfa að koma að matinu og í Hollandi til dæmis er þetta svolítið nánar tiltekið þannig að það þurfi að vera í gegnum svona lækni sem þekkir þig, það sé annar þessara lækna og hinn sé svona sem þú verið í meðferðarsambandi við, því að hann svona er í bestri stöðu til að þekkja inn á þína hægi og svona hvort þú byggir ákvörðun þína á svona yfirvegari góðri hugsun og síðan annar óháður læknir en stundum er þá fenginn 3. læknirinn til mats á okkurum sérstökum aðstæðum til dæmis eða verið taugasjúkdómur, það verið þá kannski taugalæknir og svo framvegis. Já. En það er hérna þetta er ekki hér, við erum búin að tala um það áður, en hefur fylgst með svona í þínu störfum, farið út og fylgst með svona framgangi svona mála eða? Nei. Þetta er náttúrulega mikið skrifað um þetta í ykkar tímaritum, eða ekki? Það er, talsvert skrifað um þetta í fagtímaritum, það var alveg svona sagt eins og BMC Medical Ethics og svona siðfræðilegum tímaritum í læknisfræði og heilbrigðis fögum og líka í hjúkrun og svo svona líka bara í pjúra siðfræðiritum sko. En ég hef ekki farið og vitnað svona erlendis. Það hafa læknar hérlendis verið starfað lengi í löndum eins og Hollandi og hafa vitnað þar og maður hefur skoðað heimildamindir og síðan hef ég talað við nokkra lækna sem hafa verið
inn í þessu erlendis. Já. En þið spurðið mikið þetta? Læknar heimar? Já, veistu það? Nei, ég held að sé ekki mikið, en það er þó eitthvað og það svona svolítið eins og að fólk svona viti náttúrulega að þetta er ekki möguleiki og því ætti það þá spyrja það. En það er líka, en það kemur meira fram í því þannig bara, akkur fæ ég ekki bara að deyja, akkur hjálpið mér ekki bara að deyja. Þetta hef ég heyrt. Já, og hefur þá líka komið fram í því að fólk hefur hreinlega bara hætt að borða. Já. Bara verið svo viljastert. Jú, það er það á sjúkrastofnun og fær þá verkjalyf til að eiga við þá vanlíðan að borða ekki og það er hreinlega svona bara ákveður að deyja á sinn máta sko. En ég tel það sé ekki góður veruleiki sko að það sé eina sem sé í boði fyrir fólkið. Nei. En þannig ákveðin geta kannski flestir tekið að ég áði við líka bara jafnvel heilabila fólk. Já, ég veit ekki sko, það er náttúrulega fyrir áttur á hvaða stíð það er sko, en í heilabilun er það þá þessi vannæring eða að hætta að borða er ekki meðvituð ákvörðun heldur í rauninni bara hverfur viljinn til að borða sko. Já, einmitt. Það bara gerist en það er ekki að því að við komum til tekur ákvörðun það. Nei. Herðu, þú búin að fræða okkur mikið um þetta? Já, takk fyrir. Ég þakka bara kærlega fyrir komuna. Takk kærlega fyrir viðtalið. Og við höldum áfram eftir augnablik. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Í síðustu viku heyrðum við að því að eftirlitsaðilar, ríkiseignir og stjórnendur vanræktu brunavarnir og eftirlit á Stuðlum áður en piltur lést þar í eldsvoða samkvæmt skýrslu sem Húsnæðis- og mannvirkjastofnun hefur unnið og þetta voru mjög sláandi upplýsingar sem komu fram í þessari skýrslu. Umræðan rataði inn á Alþingi og hann er komin hingað Jón K. Jakobsen, vertu velkominn. Takk. Þú ert faðir drengsins sem dóð þarna í brunanum. Já. Hvernig var þér við þegar þú last þetta? Þetta var náttúrulega ákveðið högg. Var ég hissa? Nei. Þú veist, ég svona í öllu þessu ferli og svo sem, þú veist, áður, þú veist, og þá er búið að vera íkveikjur hérna ítrekkað og ekki það að ég hef vitað, þú veist, að þeir væru með allt niður þessi, en þú veist, það er svo margt þarna, þú veist, bara tímaraminn og allt sem ég vissi, þú veist, bara, þú veist, ég upphafi þessa máls í raun og veru, skilvið, þú veist, að ég var með 360 staðsetningar app á stráknum. Já. Og, þú veist, hann er ekki nema hann í 40 mínútur þegar það er búið að kalla á slökkvilið. Svo að, þú veist, þessi tímarami er náttúrulega, já, þú veist, þetta bara gekk ekki upp, reynistæmi gekk ekki upp í mínum haus allavega, þú veist, hvernig, þú veist, þetta getur orðið á svona stuttum tíma. Miða við að svona stofnun sem á að venda eða, þú veist, hvernig sem var orðað það. Og það kom til mér núna bara, þú veist, eitthvað núna hausinn er kannski búið að vera svolítið út um allt, þú veist, eftir þessa skýrslu og ég fór að hugsa, þú veist, ég var nú vistaður á Litla-Hrauni í 3 ár og það er bygging sem eða semst nýja húsi þar, ég minni að það hefur verið tekið í notkun eitthvað í kringum 90, þú veist, og þar eru náttúrulega hurðar alls konar, þú veist, sem að opnast svona, já, hurðar skilji en í
semst nýja húsinu salerni og sturta inn á hverjum klefa, skilji. Og það skynjari þar sem að svona tvíþættur einhvern veginn, þú veist, reik og rakaskynjari, skilju. Og það var nú svolítið eftir í hvað, þú veist, klefum að var. Það eru 10 klefar á hverjum gangi, skilji, og stundum þá, þegar maður fór í heita sturtu, þá fór kerfið í gang og það var nú ekki vinsælt að fara í sturtu á nóttunni. Þá vakti maður 50 mann, skilji. Og en ég reykti nú á þeim tíma og, þú veist, maður var nú í alls konar hana og eins og gengur að gerist, þú veist, maður sofna með síkartu og þú veist, maður var búin að gata nokkra sengur en maður getur orðað þannig. En eina nóttina þá vaknaði bara með varðeld á bringunni. Þá hefur verið, þú veist, að horfa á sjóvarpa beint fyrir framan og sofna út frá síkartu og vakna bara með, þú veist, það bara svona varðeldur, þú veist, þetta var tölvur eldur og ég einhvern veginn, þú veist, bara ósjálfrátt eitthvað, þú veist, sett sængin yfir en kerfið fór ekki í gang. Og maður með svona, þú veist, við höfugaflin þú veist, svona kalltæki, þú veist, það sem getur átt samskipti við vaktina niðri, skilju, og ég dingla og segi, þú veist, það kviknaði í. Og þegar að fangarnir koma, þú veist, ég gera mér ekki alveg grein fyrir, þú veist, inn í þessu litla rými eða klefunum, hvað var mikill reykur. Þú veist, það nú ekki gluggar sem opnar í fangelsi, þú veist, það eitthvað smá svona rönd, skilju, og það svona net í því eða svona, þú veist, bara með litlum götum, skilju. Og þegar að fangarnir koma, þá ljós á ganginum og það rétt mótaði fyrir þeim í hurðinni, skilji. Svo, þú veist, þannig ég á vegum ríkisins og já, þetta virðist bara að vera standardin hjá ríkinu, ef við getum orðað þannig. Þú veist, ég er heppinn að vera hér af því að, þú veist, guðum að vita hvað hefði gerst ef ég ekki vaknað, skilji. Af því að við vitum að þú missir meðvitund, skilju, fljótlega þú ert í svona reik. Skilju, og ég var örugglega á einhverjum lífi með skilju, þú veist, ég man það ekki, skilju, til að segja frá því, en þetta svona kom til minn í þessari viku og þetta er sláandi. Að kerfið gagvart þessum hópi skjólstæðinga, hvort sem við förum aftur til ásins 1990 og Litla-Hraun, eins og við vorum að tala eða horfum bara til samtímans. Grunar þig að það sé meðvitað að sé einhverju fordómar eða einhverjar hugsanir valdi því að það sé síður gætt öryggis á svona stöðum eins og við erum að ræða heldur en í öðrum kímum kerfisins, opinbera bygginga. Já, það er nú kannski engin tilvílun að, þú veist, annarhver skóli er með myglu og allt þetta. Það virðist vera eignir sem ríkiseign eða sem ríki rekur eða á eða hvernig sem orðan það, skilji, að sko já, á félag sem að bara, við getum kallað þetta leynifélagi, skilji, að, þú veist, hann kemur til mig fyrir nokkrum mánuðum og segir, núna ég þarf að segja það svolítið eitthvað og ég bara, já, strákar sem ég hef verið að hjóla með út í rúminni út allt, skilju, bara hjólafélagar og hann segir, ég var í yfirreyslu með réttastöðu sakbornings í máli Stráksins og ég bara, hvað meinar það? Og hann er verkfræðingur og smíður og eitthvað svona og hann hafði sem skipt einhverja hurðir á stöðlum fyrir 4 árum eða eitthvað. Og hann er út af því sem hann er tekin í skýrslutöku. Hann skipti einhverja jafnhurðir og var að setja einhverjar nýjar hurðir sem er einhverja öryggis. Það er alltaf verið að gera þetta hlýlegra fyrir krakkana. En svo skipti máli hvort það sé jafnhurð eða einhver brúnhurð, skilja, fattar þú veist. Ég sé ekki alveg tilgangin, en svona virðist ríki vera einhvern veginn í einhverju staðin fyrir að mæta þessum krökkum bara á jafningagrundvelli og þú veist, vera með eitthvað, þetta sé ekki geymslur ef við orðum það þannig, skilji. Og það er náttúrulega allt sem að
í því máli, ég bara svona, já, og þá kemur annað félagi minn sem að hann var nú ekki í byrjun samtalsins, hann kemur hana og eitthvað, að hlusta og hann semst rafvirki og hann segi, já, ég kom á svona opinbera stofnunum daginn og átti bara að taka niður 7 ljós og setja 7 ný ljós og hann tekur niður ljósin og þá bara, gul og græni vírin bara plús og eitthvað svona og hann endaði að þurfti bara að draga í allt, hann nýútskrifaði þessi úr rafverkjanum og hvernig getur þetta átt sér stað yfirleitt að ég var nú í iðnaðarbransanum líka svo ég þekki það eins ég veit alveg staðla og allt það þó ég sé ekki menntaður í þessu en er þetta bara í lagi er eftirliti hjá bara hvað sem að stígur inn þetta allt svona já með að bara hefa svona samtal og þessi félagi minn hann sagði mig líka þarna það náttúrulega rannsóknarlögreglumenn að rannsaka þetta svona 2 þættir eitthvað en hann var að svona upplýsa rannsóknarlögreglumenn hvað hlutur byggingarstjóra til í liði skilji rannsóknarlögreglumæðurinn sem með þessa rannsókn, hann ekki með mannvirkja eða hann með þetta svona 2 þætt og ég sagði, já, félagið mér var nú hjá okkur hann var aðeins að kenna ykkur á hvað hlutur byggingarstjóra og eitthvað svona þetta það eiginlega sama hvar maður stígur innana það eru verkferlar þetta undirmannað það ýmislegt sem kemur fram að starfsfólk ekki þjálfað og ég veit það ekki síðan líka eitt gæð og eftirlitsnefnd velferðarráðuneytisins að það eru búið að vera 2 íkveikjur hana bara síðan að strákurinn minn var hana fyrir þetta og það fer í hana gæð og eftirlits allt svona atvik þá gæð og eftirlitsnefnd velferðarráðuneytisins sem að fer yfir og gefur út einhverja skýrslu og það var þarna bara í maí ef maður rétt og eitthvað aðeins eldra og það en gæð og eftirlitsnefnd velferðarráðuneytisins hefur ekki rannsóknarheimild skilji þeir fá bara gögn og athuga verkferla út frá gögnum skilji þeir geta ekki rannsaka og ég hef alveg átt fund með yfirlögmanni og 2 fundi með gæð og eftirlitsnefnd velferðarráðuneytisins eftir andlát stráksins míns við vorum sem ekkert að ræða þetta skilji en þær voru einmitt að tala að það væri verið að vinna í því að þau gætu rannsaka ekki bara fara yfir pappíra skilji sem að ég myndi telja að væri mjög gagnlegt í svona málum skilji Fyrir hvað sastu inni á rauninu? Herru, ég satt inni fyrir fíkniefnamisferli og rán og ég var búinn að fá 2 dóma á mig áður einhvern mánuð fyrir fíkniefni og mánuð fyrir að keyra próflaus fyrir innan 96 enda 96 þá var ég með hana mánuð og ég egnaði strákana 95 og ég var búinn að vera með þetta á frest hjá Fangavörnustofnun þessar 2 mánuði skilji ég var með fíkniefnadóminn minn í Hæstarétti á þessum tíma og eins og kerfið var þá að þá þurfti ég alltaf að hringja hver mánaðamót til að fá frest skilju og það var ekki ég var búinn að vera þannig í 1 ár eða eitthvað skilju á þessum fresti að því ég vildi náttúrulega bara taka þetta allt út og ljúka þessum kafla í mínu lífi skilji ég á svona svarthvíta sögu alls konar íþróttarsögu og ég svona ég var svona meiri spennfíkil heldur en glæpamaður sko og neyðin kennir naktir konar spinna ég ekki að reyna að afsaka mína misgjörðir en fyrir mér
í baráttunum við Bakkus, ef við getum orðað það þannig, elstu fyrir alkoholisma og fyrir 21 árs í fyrstu meðferðina. Það var 88 og það var nú ekki mikið svona spóramenning á þeim tíma, skilji. Og þegar ég var búin að taka til í mínu lífi, ég átti á þessum 15 árum sem ég var svona inn og út úr samtökunum, að þá átti ég, svolítið svartkvítt líf, ef við getum orðað það þannig. Þú veist, neyslan var kannski ekki aðal vandamálum mitt. Ég var, þú veist, edrú í 14 mánuði alls konar tímabil og þá fannst mér þetta venjulega lífreka bara döl, skiljið. Þú veist, og þá fór ég í eitthvað svona, þú veist, ég verið í axlisíþróttum, svona adrenalín og það er svona, hvað orsakaði að ég var komið með þungan dóm. 94 var ég axlisíþróttamaður ársins á Íslandi, bara 5-faldur Íslandsmeistari og 7. grein í motocrossi, var ég í 3. sæti og bara lífið blasti við mér, orðin pabbi en síðan misti ég prófið fyrir ölvunarakstur og þá einhvern veginn fór þetta svolítið skakt, skilji. Þú þekkir bæði svona hátindina og mjög djúparlæðir. Já, að því að, þú veist, 94, þú veist, bara, þú veist, ég þrýst vel, ég var ekkert alveg edrú, eða skilji, ég var bara svona venjulegur, ég getum orðað það, þú veist. Síðan bara, þú veist, ég þrýst vel í spennu, þú veist, bara, og í dag, þú veist, þá segi ég, þú veist, veri í jákvæðri spennu, ekki neikvæðri, og ég tala þetta bara svona, skilju, þú veist, ég þurfti bara að fylla líf mitt, þess vegna ég ennþá í mótorhjólum, í hestamennsku og alls konar svona í dag, skilji, þú veist, ég í svona jákvæðri spennu og þú ert búin að vera nokkuð lengi edrú, er það ekki? Jó, 22 árum. Já, þannig að þú ert búin að vera í bata og þú ert annar maður en þú varst þegar þú gekkst þína dimmustu dali. Já. Og svo liggur það fyrir sinniðinu Geira, heitnum, sem deyr þarna í brunnanum, að þú hefur hérna í öðru samtali við mig fyrr talað fallegt samband ykkar og svona sko, þegar þú sást skýrsluna núna, þá þetta eru þarna nokkrir sem hafa réttarstöðu sakbornings. Ertu alltaf mildur eða er aldrei reiði eða? Sko, auðvitað er maður, þú veist, fólk talar við mig, þú veist, bara alls konar fólk og segir bara, Nonni, hvernig getur þetta? Já. Og ég segi já, kannski með því að vera búin að vinna töluvert í sjálfum mér og ég þekki sjálfa mig og það gagnast mann ekkert að vera reiður. Nei. En ég er raunsær, þú veist, og auðvitað er þetta mál sem að er ekkert lokið, þú veist, þetta er bara þessi skýrsla og akkur er þetta búið að taka 17 mánuði. Þú veist, og þetta er ekki búið þetta mál, þetta var bara þessi skýrsla og þeir rannsóknarlögreglumenni voru búin að fá svona uppdrátt af þessari skýrslu og það er þar sem að allir sakborningarnir detta inn, skilji, og eins og kemur hana fram í skýrslunni verður brunið hana 2007 og ég held að þessi álma hafi verið 2004 sem er stækkað, það búið að vera að plástra stuðla einhvern veginn í gegnum árin og alltaf verið að breyta einhverju og eitthvað svona. Þar kemur fram í skýrsluna að þetta er ekki einu sinni inn á brunabótamati. Þessi eining af stuðlum, þú veist, hvernig getur þetta bara, ég skil þetta ekki. Nei. Ég skil ekki, þú veist, við erum hérna stoltir Íslendingar, þú veist, við erum alltaf bestir og allt þetta, en síðan erum við verið bara með allt niður okkur þegar það kemur að svona, þú veist, það er búið að koma upp öll þessi mál með þess að drengi, þú veist, Breiðuvík og þú veist, þetta er búið að vera endalaust og erum við búin að hanna kerfið einhvern veginn þannig að það er enginn í þessu opinbera eða að taka ábyrgð. Nei, sýnist þér sko núna að við getum staðhæft að brotalamir í kerfinu sem þú gefur fallengun á grunni upplýsinga
Getum við staðhæft að þessar brotalamir hafi valdið bana svona eins? Það kemur bara, sko, skýrslan kemur út og ég bara fer hann inn og ég vissi að skýrslan var að koma út. Ég les bara rétt hana fyrstu 3 blaðsíðurnar. Síðan þurfti ég að sinna öðrum erindum og það náttúrulega logar síminn hjá mér, bara sín og allir að, þú veist, og ég, þú veist, það voru hann að fréttamaður frá sín skilju sem að hringdi í mig og ég sagði, ég bara efast að ég ná að hitta eitthvað á okkur skilji í dag og hann sagði, já, ekki að hringja á þig bara eitthvað 2:30 eitthvað svona skilji, þú veist, og ég sagði, já, þú getur pröfað skilju, ég er á leiðinni í hesthúsi og eitthvað, þú veist, það var bara busy dagar hjá mér og eins og flesti dagar eru, þó ég sé ekki að vinna en síðan, þú veist, ég eitthvað og það mikið, náttúrulega síma, vesen og alls konar og síðan því ég komin upp í hesthús, bara rétt hana fyrir 3, að þá ég er rétt búin að henda hrossunum út, að þá banka á framhurðin á hesthúsinu. Ég held bara lilla frænka systir mín var eitthvað að koma, skilji, og ég opnaði og þá verði bara mættir það, sko. Fréttamenn sínar? Já, meðtökulmann og eitthvað. Ég hef verið í einhverju viðtalaðan upp í hesthúsinu einhvern mann áður, skilji, og ég bara, já, ok, klárum þetta, skilji, þú veist, og þetta var bara mjög snögt og það segi, þú veist, bara reyna íslensku, þú veist, kerfi sem átt að venda barnið mitt í raun og verið drafla. Það kemur alveg skýrt fram í þessari skýrslu og þannig að ég hef bara lesið upp að það hefði mátt koma í veg fyrir mannslát. Já. Og eins sorglegt og það skilji, já, þetta er einhvern veginn bara svona, þú veist. Mér finnst alveg sama hvað springur í andliti á bara kerfinu, þú veist. Landspítalinn, þú veist, hjúkrunari, þú veist, þetta er bara hyldýp einhvern veginn. Má ég spyrja þig, mun að skipta þig máli að einhverju verið dregin til ábyrgðar? Sko, persónlega, skilji, ég þekki fullt af starfsfólki á gólfinu. Þú veist, þá er ég að tala þessa vaktmenn og svona, þú veist, ég þekki á ekki, þú veist, þetta ekki, þú veist, ég þekki á bara úr lífinu, skilji, þú veist, bara á margir mjög flotti starfsmennana sem eru á gólfinu. Og þú veist, það er ekki það sem að ég veit að ég fór einhvern veginn sko óvart inn í þetta, þú veist, auðvitað er ég búin að vera, þú veist, með strákimunana fyrir þetta að berjast við barnavernd og þetta úrræðaleysi og maður er einhvern veginn svona dregin á asna eyrunum einhvern veginn af því að það er ekki verið að segja sannleika við mann. Það er svona lævísi í kerfinu, þú veist. Og það er notað gegn manni einhvern veginn, þú veist, maður segir, bara MST sem er svona multisystem therapy eitthvað til í því, skilji, og síðan er bara komið svona tímapunktur, þú veist, að því að sko neyslutímabili á stráknum minn var ekki langt, en eins og, þú veist, þetta var í gamla dag, þú veist, þegar ég var, þá var alltaf ekkert aðgengi eða, þú veist, þetta er orðið bara, sko, ferlið er bara 1 ár eða nokkri mánuðir þar sem að krakkar byrja að fikta og eru komin bara í hörð efni og aðgengi er bara endalaust, skilju. Þú fljótar að panta eiturlyf á netinu heldur en pizzu, sko. Það er búið að gera þetta, skilji. Og maður segir, bara meðferð núna. Og þá nota barnavernd á mann að, já, þið hættu við þetta og, þú veist, en það er samt 6-8 mánaða bið í hvaða úrræði sem verður að sækja skilji, eða allar að nýta, skilji, svo að maður er einhvern veginn svona dregin, það er ekki sagt við mann, þú veist, hvað er best eða hvernig, þú veist, ef það hefði verið heiðarleiki í kerfinu, barnavernd, þá hefði ég farið í aðra aðferðir, en þegar er opið mál, þú veist, á barnið, þá opnar barnaverndarmál og það opnaði bara út af því að hann var djömpaður, þú veist,
þú veist, þegar kemur aðkoma lögreglu og spítala að þá opnast barnaverndarmál. Það var ekki að því að fjölskyldulífi var í rúskilji og þetta kerfi á að, þú veist, styðja foreldra og börn til að laga skilji, þá að grípa börnin. Það er barnavernd. Kerfið er lævist, segir þú, og bólurinn er til marks þá tilfinningu þína. Já. Er það undirförult? Já. Og hugsar það fyrst og fremst að vernda sjálft sig og líta betur út en það áskilið? Já. Þau eru einhvern veginn að, þú veist, sitja hinum yfir borðið og eru með einhverja starfsreglur og megi ekki, þú veist, Vantar mennskuna? Kannski ekki mennskuna, en þegar það er búið að smíða kerfi sem að þau, þú veist, starfsferðlar eða verkferðlar sem að þau þurfa að fara eftir, þú veist, væri ekki bara betra að segja, herðu, við erum ekki með neinn úrræði. Þú veist, þá hefði maður kannski bara tekið aðra stefnu. Já. Og til marks það er það var eitt innan frá Afríku strákur sem hringdi mér núna bara á sunnudaginn og bara, þú veist, frábær meðferð sem hann er í. Frábær meðferð allan heim. Fíkni meðferð? Já. Hann var ná bata eftir. Já, og þú búin að vera með hérna, þú veist, bara var 22 og ég veit það í dag. Þú veist, eftir ég fór aðeins inn í það mál, þú veist, með Jesvi Ken í Hollandi, að hérna barnaverndar starfsmaðurinn sem var í fyrsta málunni, 22, hún er að vinna hjá barna- og fjölskyldustofu. Svo að, þú veist, þegar er komin hefð, skilji, að, þú veist, akkur var enginn hjá barnavernd eða barna- og fjölskyldustofu sem sagði bara, herðu, þetta er ekki að ganga, við þurfum bara að skoða hana Jesvi Ken eða eitthvað. Það er bóstarlega logið af foreldrum. Já, það var annað sem var mjög sláandi í viðtali sem ég tók við fyrir nokkrum mánuðum. Það var hérna, af því nú segir þau kerfið sem átt að vernda strákinn minn, það drap hann. Já. Og þetta er náttúrulega orð sem að vekja okkur öll til miklar umhugsunar og skapa sterkar tilfinningar. Ég er ekki að reyna að setja mig í þín spór. En þú sagðir það daginn að það væri ekki nóg með að þetta kerfi sem á að vernda á Stuðlum, það var ekki nóg með að það virðist hafa brugðist heftilega hlutverki sínu hvað var þar Geira, son þinn. Heldur nefndir líka að svona lauslega athugun þín sýndi fram á að bara flestir drengir á Stuðlum enduðu á Litla-Hrauni eða enduðu í fangelsi. Já. Og þá við, ef það er rétt, þá snýr allt á haus í framkvæmd þessa Geira, meðferðarstofnunar, úrræða, bætingar sem á að verða, björgunar sem á að verða, betrunar sem á að verða, losa fólk undan fíkn með einhverjum hætti og svo framvegis að það snýr allt á haus og þá svona finnum maður hvernig viðhorfs til Stuðla og ekki bæti nú þessi skýrsla á skák kallar á þá grundvallar spurningu hvort við þurfum mjög róttækt að snúa hlutum tilbaka. Já. Hvað segir það? Að þetta snýst allt peninga og hvort er betra að bjarga börnunum bara í, þú veist, að börn þurfu ekki að fara á þessa braut og ég segi alltaf að þetta byrjar í skólakerfinu og þegar börnum er ekki mætt á og þörfum þeim er ekki mætt, þú veist, að verða frávik eða, þú veist, hann passar ekki alveg í þetta box sem er búið til í skólakerfinu þá fer það út fyrir boxið og börn sem að
alast upp á heimili, þú veist, eða, þú veist, einhverju sem þú veist, foreldrar, þú veist, ég man ekki hvernig kóti var, þú veist, það hættir ekki að elska foreldra sína. Nei. Það hættir að elska sig. Já. Þú veist, börn henda sjálfum sér þegar þau fara að aðgreina sig frá fjöldanum. Það bara, þú veist, kerfið okkar þannig. Já. Og þegar þú ert orðin svona vandræðabarn eða, þú veist, eitthvað öðru í síðan hópurinn sem þú átt að vera fylgja í skólakerfinu, þá leitar út fyrir, þú veist, og týndu börnin eins og ég kalli þetta, týndu börnin sem kerfi grípur ekki. Það rosa samstæða þar. Og sko, þú veist, akkur fór ég inn í þetta og upplýsingar sem ég fengi á þessum 17 mánuðum, þú veist, þetta var nú bara eitthvað svona, ég svona spontant, ef við getum orðað þannig, skilju, þú veist, ég bara, ég ákvað, þú veist, eftir bara andlát Geira að, þú veist, halda, ég fór að hugsa hópinas, af því að, þú veist, það engin sem greip hópinas og það, þetta stór hópur, þú veist, og ég hugsa, ok, ég held svona minningaratun og því ég svona í mínum haus var ég að hugsa að, þú veist, krakkar eru kannski ekki að mæti í jarðaför, skiljið, það svona ekki þeirra tepallu við getum orðað, þú veist, og ég ákvað að halda þú veist, í fríkirkjunni fæ Kristmund Axel rappar og eitthvað svona, þú veist, og bara grípa þennan hóp, bjóð til svona bóli og alls konar og það var bara rosa mikil mæting og ég í SAOF samtök aðstand og fínisöka svona, ég í stjórn þar og við erum búin að vera svona, þú veist, að berjast aðeins í þessum málaflokki og við höfum verið með svona minningardag fyrir þá sem að tapa fyrir fíknisjúkdómnum og við höfum farið út á Alþingi og lagt kransa eða blóma og eitthvað svona minna á okkur bara og við löpum úr fríkirkjunni, hópurinn, fyrir utan Alþingi og það var settar einhverja rósi þar þannig í minningaraftöfninni og þar kemur einhver fréttamaður, man ekki hvort það var Rúf eða hvað skilju og ég sagði þar bara í þessu, veist, ég var ekki með eitthvað svona tilbúið, fréttatilbúið, veist, ég bara svona spontant gaurskilji og ég segi bara, þú veist, við sem Íslendingar, við erum þekkti fyrir það þegar svona harmur gerist, hvort sem það þú veist, eldgos eða jarðskjálftar eða, þú veist, að þá rís þjóðinu og gerir eitthvað í málunum, þú veist, við stöndum saman Íslendingar og ég segi, þú veist, að það þarf að gera það í þessum málaflokki. Heldur betur. Skilu, og ég sagði, þú veist, ég ætla bara að heiðra minningu svona minns með að halda áfram að berjast fyrir týndubörnin. Já. Og það búið að áorka ótrúlega miklu og þetta var ekki eitthvað mitt plan, skilji, en það búið að bara, ég rosa þakklátur fyrir Dilja koman í Alþingi og tók upp lista og sagði við erum bara lítil eyja og það komið stefna á ríkisstjórninni að sem betur fer að skoða út fyrir landsteinina og það bara orðin stefna hjá ríkisstjórninni að þau virðast vera búin að átta sig á því að kerfi sem við eigum heima ekki að fara að hjálpa þessu börnum. Nei, þannig að það eru ljósgeislar á himni og við skulum vona að þeir lýsi áfram. En mér langar aðeins að af því ég veit að þú ert búin að pæla svo mikið í þessum málum og þú ert náttúrulega svo kunnugur Stuðlum. Ef þú ímyndum okkur dag og bara, þú ert bara skipaður yfir Stuðlum. Þú bara ert forstuðumaður Stuðla. Og hverju myndir breyta? Hvernig væri hægt að hafa Stuðla góðan og öruggan mannbætandi stað. Ég vissum að þú hefur velt í fyrir þér hvernig þú myndir sjá fyrir þér starfsemina á Stuðlum. Já, ég myndi náttúrulega bara fara með jarðít á Stuðla af því að það bara allt og slæma minningar þú veist, með þessa stofnun, skilju. Þú veist, þetta bara orðið allt og brent til að það sé hægt að vera með eitthvað uppbyggilt. Það bara þannig. Þú veist, ég alveg þar og
Við eigum bara ekki sérfræðinga á Íslandi sem eru með menntun. Við eigum 2, það voru 3 sem mega vinna með börnum undir 18 ára sem eru búin að læra sem sagt fíknifræði og áfallafræði samkvæmt háskólasamfélaginu á Íslandi. Við eigum fullt af fagfólki, ég til dæmis og fleiri sem eru búin að mennta sig, sem ekki viðurkennt á Íslandi. Og ég búin að segja þetta við ráðamenn og forsetann og allt skilji. Við þurfum, ráðanetin þurfa að fara að tala saman. Við þurfum að fara að breyta. Við búum, bara, ef við tökum bara spítalana. Það til fullt af útlendingum, en þeir kvalifæja ekki menntunina því að þeir eru frá einhverju öðru landi, skilji. Og það bara sama staðreind með þetta. Og ég hitti eina af þessum 3 sem farin aftur Svíþjóð að vinna í þessum geira þar, að því að, ég meina, það kom bara í fréttu núna að það var að fara að loka foreldrahúsi. Hún eina sem með menntunina og það verið að loka því að því að það ekki fjármagn og ég hef átt alveg fundið með henni og þeim sem að voru, önnur að þessu farin út. Þau sjá þetta með sömu augum og ég, og ég alveg búin að vera í viðræðum við Yes We Can, og ekki 24 í dag, Jú. Já, að ég með 3 dagsenningar sem að ég get komið hana út með kynningu, kynnt með starfsemina, já heimboð og næsta í maí og Yes We Can tilbúið að taka móti ráðamönnum og einhverjum sem vilja kynna sér starfsemina þar og ég alveg bara komin á það að við þurfum bara að opna útibú með Yes We Can á Íslandi. Já, jafn og stuðla við jörðu, átta sig á því að við búum ekki yfir nægri sérfræði kunnáttu, höfum ekki mannafla til þess að sinna þessum málaflokki, leita til útlanda og opna útibú frá þekkingu í útlöndum hér heima. Já, ég hef kynnt mér, alls konar, þetta hefur verið áhugamál mitt bara í mörg ár. Þegar ég fór í ráðgjafarskólan 2012 eða 13, mér langaði ekki að vera ráðgjafi. Akkur að vera að vinna á endastöðinni þegar maður getur gripið þetta hér, skilju. Hvað myndi S.A.A. segja við þessum málflutningi? Mér eiginlega bara drull hvað S.A.A. segir. Mér finnst bara stefna S.A.A. ekki vera í takt við bara nútíman. Hvað finnst þér að vantu upp á hjá þeim? Mér finnst svona gamla hjartafarið úr S.A.A. Finnst þér það? Já. Þetta orðið svona meira... S.A.A. orðið hluti á lævísa kerfinu? Já, ég var með ótrúlega sterkar skoðanir á S.A.A. Síðan bara eftir að vera búin að vinna í langtíma meðferðarúrræðum, hvað gerist fyrir langt leitt að fíkla á 6 vikum, það lítið. Þetta alveg ágætt, vogur og síðan vík, skilu, og síðan að fara inn í bjarga mannslífu, náttúrulega. Já, bara ekki. Síendur tekið? Já, alls ekki, en ef við tölum um þunga hóp, þeir þurfa bara dýpri vinnu og lengri tíma bara til að róa taugakerfi. Við erum öll bara manneskjur með sama taugakerfi, en þeir eru búin að vera í þessum harmi, bara með þunga sögu, að þá tekur það meir en 6 vikur, að þú sér bara komin í samband við sjálfaði, skilju. Er það 2 hópar sem að þér finnst að sé ekki sint sem skildi, það náttúrulega augljóst með unga fólki sem við höfum þurft að senda út fyrir landsteinina, en semst annars vegar, ungt fólk og hins vegar þeir sem að stríða við mestan vanda. Já, þér finnst S.A.A. kerfið og úrræði okkar hér innanlands ekki grípa þessa hópa? Ég hef alveg verið í inntökuviðtölum að taka inn í Krísvík og þú ert að, það kemur fólk að teka grunn uppsýningar og fólk við dauðans dyr en kemst hvergi inn. Og þegar þú ert með margra mánaða biðlista í þessum meðferðarstöðum eins og þetta hérna, bara Krísvík hlaðgera gott svona lengri meðferðir, ég segi við skjólstæðinga, bara gríftu hvað sem þú getur
og ég skal þá, þú veist, ef þú kemst Vog og Vík, þá skal ég hlýðra til á biðlistanum, þú veist, og taka því beinu framhaldi. Skilju. Já. Þú veist, að því við erum að díla við mannslíf. Já. Þú veist, og mér finnst ótrúlega sorglegt að Krýsuvík er að vera 40 ára núna bara á þessu ári og að ég var einmitt á Kjarvalsstöðum, Grímur Atlason og Geðhjálp eru með mánaðarlega fundi núna og það verður að tala um fordóma og það voru einhverjum nokkri sem voru að tala, Elli var meðal annars og fordómar hafa minnkað, þú veist, samkvæmt bara fíknisjúkdómi eða hvernig sem orða það og ég man að Elli kom bara með stutta kynningu hana og hann, sko, ríki er að leggja til 25.000 Krýsuvíkur á dag, þú veist hvernig þetta var einhver formúla, en hvað kostar einn nótt á gistiskilinu? 56.000 fyrir ríkiskilu, hvort heldur að skila árangri? Fattara, þú veist, þetta er bara og þegar við tölum bara skólakerfi stuðla og allan kostnaðinn, þú veist, að því að, þú veist, hvað kostaði ég þjóðfélagi? Þegar ég var í geiminu, allt og mikið og það situr alveg í mér, skilu að, þú veist, akkur erum við að henda milljónum þegar við getum sett einhverja 100 kalla og fólk fyrir að verða fungerandi skattgreiðendur. Þú veist, þetta er sturlun þegar maður situr þetta upp svona en þetta er staðrendin. Þú veist, við erum einhvern veginn komin í svona afleiður alltaf sem kostar þjóðfélagi mikið meira heldur en við myndum bara laga kerfið okkar. Lögum skólakerfi. Mætum, þú veist, það var svona súrrealist í vikunni og ég veit að ég er svona í þessum hóp, skilji, að við séum bara næst hamingjusamasta þjóð. Þú gefur lítið fyrir það? Já, komið á gólfið hjá mér og tökum könnun. Skilji, þú veist, við vitum það sem erum, þú veist, að vinna í þessu og erum búin að vera í þessu. Við vitum alveg, þú veist, jú, það er gott að búa í Íslandi. Ég er bara, þú veist, bara stoltur Íslendingur. En mismunurinn orðin, þú veist, bara sem gerist í Bandaríkjunum fyrir, þú veist, það er komið gap á milli. Það er hérna og hér. Og það eru þessi, þú veist, það eru stuðlaböndin sem enda á Litla-Hrauni eða enda í Líkistum, skilji. Já. En þú hefur svona bara, ef þú segir mér svona persónulega bara rétt í lokin þegar þessi skýrsla kom fram og það er alltaf verið að íva upp þetta mál og þú ert að berjast þarna fyrir ákveðnum betrum bótum og framþróun, en þetta hefur svona ekkert lagt í rúmið. Mig? Já. Nei, frekar eld mig. Frekar eld þig? Já. Ég fekk hérna á jókiteginu mínu, when you when you act with compassion, you will improve, never be wrong. Þegar þú ert í samkenndinni, þú veist, með samkenndinni eða compassion, það bara sigrar allt. Já, hatrið er ekki, hatrið og reiðin eru ekki tilfinningar sem þú upplifir og það er ekki svarið. Og það segi ég alltaf, þú veist, bara, og ég er búin að segja þetta búin að hafa fundið með mennta- og barnamálaráðuneytið, ég er búin að hitta 3 ráðherra og reyna að leggja alls konar lausnir fyrir þá og ég hef ekki upplifað compassion þar, skiljiði, en sko, þetta er sára einfalt í rauninni, þú veist, hættum að segja krökkum hvað þau að gera, tölum við þau á jafningagrundvelli og finnum út hvernig við getum hjálpað þeim, ekki setja því í einhverja kassa sem er ekki að virka og ég skal alveg viðurkenna að það var verið að opna lækjabakka sem er svona eftir meðferð, þú veist, langtíma meðferð fyrir stráka, þú veist, sem er búið að taka næstu í 2 ár af því að það var mygla í gamla lækjabakka, þú veist, við eigum byggingar út allan völdskilji. Akkur tekur það 2 ár og þegar þú veist, ég sé fréttaflutning með
gagnreyndum aðferðum barn- og fjölskyldustofu. Það er það sem á að fara að hjálpa þessum krökkum hann í Lækjabakka. Allir strákarnir sem út í Afríku núna, þeir búin að fara í gennum allt þetta kerfi, stöðla, meðferð og stöðlum, bjargei og öllu þessu, þeir hafa aldrei skilað hreitni þvapröfu og eitt er að dónast í bæjarleifi, í meðferð. Hvernig er það gagnreyndar aðferðir barn- og fjölskyldustofu? Ég get ekki þetta. Þetta er bara, þetta er staðreyndir. Ég myndi aldrei segja þetta væri einhver sögusögn, skilji. Og það er meira svona sem tryggur að mig, í þessu kerfi, þegar maður færi þetta bara svona í andliti, hjá einhverju fréttaflutningum og eitthvað svona, þessum yfirmönnum þarna og yfir barn- og fjölskyldustofu þarna Farensveit, skilju, bara, þetta var bara sjokka, þetta væri svona. Ber hún ekki ábyrgð á þessu? Er hún ekki yfir? Það er toppurinn og síðan eru bara fullt af titlum hana niður en starfsmennin á gólfinu á að hengja þá fyrir þetta. Nei, það er komið tími til að toppanir taki ábyrgð. Ég er þar, sko. Já, við fáum kannski slík málalokk. Ég vona það, að því að sko ég fór inn í þetta, það er ekki að fara að hengja einhverja skilu fyrir eitthvað sem að þeir bara, eftir höfðunu dansa líminir. Og þegar hann upplýsti mig eitt skipti rannsóknarlögreglumaðurinn bara, þetta myndi taka lengri tíma og lalala og ég sagði, já, ok, þið ætlaði að fara í toppana núna. Hann bara, þú ert fljótur að hugsa, eitthvað svona, eða svona. Ég segi, já, sko, eftir höfðinu dansa liminir, En, akkur sé ég þetta? Ég er búin að vera á gólfinu og ég er búin að eiga fullt af samtölu við rannsóknarlögreglumannin, bara svona, og hann er rosa hissa hvað ég er tengdur, og trúðu mér, ég er ekki að reyna að rannsaka þetta mál, þetta kemur tíminn. Ég sagði við hann, þið eru búin að vera á gólfinu í 20 ár, vinna með stöðlabörnum seinna á lífsleiðinni, þá er maður einhvern veginn, að því að áhuga svið mitt er svona, ekki vera bjarga hérna, förum hér, að þá einhvern veginn heyri maður, og þetta fer svolítið hérna og þá náttúrulega maður með puttan á púlsinu, sko. Takk fyrir að vera með puttan á púlsinu, takk fyrir að koma hérna og spjalla við mig, takk fyrir að svara spurningum og svona leyfa okkur að fylgjast með bæði þínu persónulegu ferðalagi í þessu hörmungarmáli og líka að svona nálgast það samfélagslega. Bara kæra þakki fyrir komuna, Jón K. Jakobsen. Takk, sömuleiðis. Og kæra þakkir til ykkar, hlustendur og áhorfendur. Þetta var síðari skammturinn af umræðu kvöldsins hjá okkur fíkn og geð og við höfum hérna verið nokkuð öflug í því þótt ég segi sjálfur frá, ætli það hafi ekki hafist svona átak hjá okkur þessi mál. Í nóvember við höfum verið með geðlækna hér, sálfræðinga, fólk sem hefur skrifað bækur svona mál. Við höfum verið Flosi Þorgeirsson hefur opnað sig með eftirminnilegum hætti, var síðast hérna í gærkvöld hjá okkur í því sem við kallum þríleik, hann hefur komið í þrígang og hérna við viljum ekki að drekja ykkur með hérna þessum málaflokki. Við teljum kannski að það sé komið gott í bíli, en þetta er búið að vera forvitunlegt ferðalag og ég vona að þið hafið fengið eitthvað út úr því sjálf með okkur. En þættinum er lokið í kvöld. Ég heiti Björn Þorláksson og þakka ykkur fyrir að fylgjast með og mest þakka ég ykkur sem sýnið stuðning við samstöðuna í verki með því að styrkja okkur með mánaðarlegu framlagi. Þið getið lesið ykkur til það og framkvæmt vilja ykkar ef að stendur til þess að styrkja ykkur með því að fara inn á vefslóðunarsamstöðu.is og finna þar áskriftarhnappinn. En þetta er gott í bili. Verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.